Jæja, guys. Ok. Velkomin. Við erum mættinni í Sko. finals. Alright, í dag erum við fara að sjá CBT vs. Dogs í best of 5. Og það er soft fearless draft. Ekki Já. normals eins og búið að vera. Erum við ekki bara spenntar? Ég er super spennt. Já, ég held að þetta verði spennandi. Það er alltaf gaman. Mér finnst alltaf mjög gaman að horfa á svona fearless draft út af því að það er svo miklu meira spennandi svona champs og... Já, ég fíla líka, þú veist, að því við ákveðum að fara soft fearless og fyrir þá sem vita ekki hvernig soft fearless vs. hard fearless er, eða bara fearless in general. Við getum útskýrt það smá. Soft fearless virkar þannig að lið banna, bara eins og venjulegt draft, en bannið telst ekki inn í fearless. Og fearless virkar þannig að þú pickar champ í game 1 og þú mátt ekki spila það lengur. Þú veist, þú mátt ekki spila það meira. Í hard fearless samt sem að þá eru bans tekið með. Þannig segjum við þú bannar Alistar game 1, þá máttu ekki einu sinni pikka Alistar game 2. Hann er bara completely, þú veist, bara bannaður. Í soft fearless ef Alistar er banned game 1 þá máttu pikka hann í game 2. En svo ekki áfram í game 3, etc. Já, og þetta gildir bara fyrir eitt lið í senn, þannig að þetta er í rauninni bara pikkin fyrir hvert lið er að fara að breytast á milli hverju einustu leikja út alla seríuna, sem getur verið, upp í 5 leiki. Já, nákvæmlega. Þetta er fyrir suma þá er þetta ekkert mál, af því það eru sumin með það hátt, eða þú veist, það mikið champ pool að það breytir engu hvort það sé, þú veist, það er band, þú veist, 5 mismunandi champions, það skiptir engu máli. En fyrir suma þá er það kannski með bara aðeins 2 eða 3, eða minnst bara 1 sem þeir eru góðir að spila, og þá er þetta smá vesen, sérstaklega þegar við erum komin í svona game 3 plus, myndi ég segja. Maður finnur eiginlega ekkert fyrir því game 1 og game 2. Nei, mjög lítið, sko. Það er náttúrulega svona erfitt fyrir suma players ef að öll bannin eru targeted í eina átt. Þá fer ykkur einn að vera bara að upplifa mikla pressu mjög fljótt. Sem getur verið erfitt, sko. Og það því að bannin hafi engin áhrif á fearless draftið í sjálfu sér. En ef liðin er alltaf að banna nákvæmlega sama, sem er mjög algengt, þá rennur fólk út af champions og bara hefur ekkert eftir til að spila. En það reynir líka á bara svona almenna kunnáttu á leikinn miklu meira. Við erum komin í draft. Þau bönnuðu bara super hratt, ég held ég hef aldrei séð eins hröð bans. Við sjáum Jinx og Nivea Ribbon Band í CBT. Já, og Dogs banna Yorick, Cassandra og Taliyah og lokka inn Jarvan first pick. Jarvan er svolítið skemmtilegt first pick. Já. Og Seri bara hratt svar og CBT pickar Wukong. Og það er svolítið áhugavert að CBT vann flesta leikina sína með Wukong í gegnum seríuna, allavega í gegnum round robin. Og þannig þau fá hann núna priority pick algjörlega og eru það búin að banna hann fyrir sig þá er hann í restina af seríunni, þannig þá fá þau ekki hann uppáhalds champion aftur. Nei. Þannig það gerir það alltaf áhugavert hvernig það mun spilast út. Ok, við sjáum Varus hérna. Varus er mjög skemmtilegt pick, minnst þetta vera mjög versatile ADC. Svolítið þægilegt, það er svona kostarregla við að picka hann í early gameinu. Þú getur náttúrulega farið svona, þú veist, bara öll þessi mismunandi builds, hvort sem það er on-hit eða meira lethality eða þú veist, svo sem er eiginlega bara 1 eða 2 builds góð eins og en með þetta samt vera mjög svona safe early pick á botlinni. Algjörlega, og þetta er bara það pick sem Dogs er búin að sækja svolítið í. Ægin ADC-in þeirra er algjörlega
bara sterkasti leikmaðurinn þeirra og hefur spilað mjög mikið Jinx, enda var hún bönnuð. Já, Spilar þetta, hann búin að vera að spamma Jinx held ég í solo queue. Já, þannig hann definitely kann á mjög svipaðan champion mjög vel og kann líka á Varus mjög vel, mikið power hérna. Mhm. Og Nautilus Braum í supports. Já, þetta Og við verður, erum að sjá midlane bans. ok, Ahri bann. Er hann eitthvað búinn að vera að spila Ahri? Eða heldur sé bara, Dæran, já, er það? já, ég held það. Hann spilar, þú veist, Ahri og Auroru og svona þannig championa. Við erum búin líka að taka Anivia náttúrulega mjög mikið. Eiginlega, ég held að sé mögulega Anivia main midlaneinn hjá Dogs. Mhm. Og svo, já, meiri bans í topplinið. OrangeGP og Ambessa. Ég fíla Orm-bannið. Já, ég líka. Ég fíla það mjög mikið. Orn Getur náttúrulega, Orm sjúklega getur sterkur. verið mjög leiðilegur á móti eitthvað svo Jarvan og er svakalega gott frontline fyrir seri. Af því, ef serín er að fara ahead, þá er það bara, þú veist, hvað átt að gera einu sinni. Ok, við sjáum svolítið skemmtilegt pikkina Aurora. Ég elska Aurora. Og það erum við til að sjá Addi vera að spila Aurora mid. Það er spurning bara hvort við sjáum, það verður líklegast einhvern mage líka hérna á Dogs. Hvort Já, sem það er- kannski, þú veist, Syndra. Syndra gæti verið fín. Í sinni Þeir við hafa spila pikkað Kel, Kel, já, en ég veit ekki. en ekki á móti Aurora. Nei, ég held þessi smá erfitt. Ég held að Aurora næði bara pushina út algjörlega í lane. Já. En við sjáum bara Nekton Kannski pikkina early. Syndra er opin og Mel líka. Mel. Ok, gaman. Ok, Mel er svo sem ágætlega ný, þannig ég veit ekki svo vel, þú veist, ég kann ekki matcha við Mel Aurora eitthvað super vel. Þú veist, ég myndi segja þetta sé frekar svona stalemate Sko, lane. Mel átreyndjar Auroru mjög mikið. En mér finnst svo vel bara með svo lítið damage early. Já. Sko, ef hún hittir kúinu sínu og hún hittir öllum auto-attacknum sínum, þú veist, mér finnst Aurora líka vera lúmst með lítið damage. Þannig mér finnst það báðar vera svona, Combo er early, þú veist, ef hún er passive proccið er bara, það er chunk, sko. Sérstaklega á móti eitthvað squishy eins og Mel. kemur í ljós. Það kemur í ljós. En við erum með Jacksona sem last pick hjá CBT. Þá er þetta Wukong Jungle. Já. Já. Það var ekki spurning. Nei, ok. Not a question. Já, ég sé hérna. Það er búin að spamma Wukong Jungle. Sko. 4G Gamer er búin að vera að spamma. Já, ég sé það hérna. Já. Það make that sense. En, Jöps. ok. Ok, chat er að segja Aurora favorite matchup. Ok. Ég finnst það make sense. Mér finnst líka, þú veist, ef við erum að hugsa þú veist, Mel-kittið og þannig að counter-attack abilityna sem ég man ekki hvað heitir. Þú veist, það er ekki... W, allavega. Já, 12 af hennar er mynd. Það er ekkert sem þú getur endilega, þú veist, mikið notað í svona á móti Aurora, á minnst hvað þú veist. Nei, ekkert svona sérstakt. Ekkert sem stendur út eins og til dæmis bara eins og hook eða stun eða svoleiðis. Það er ekkert svoleiðis. Aurora er líka skemmtilegt, hún ætti að vera frekar safe í þessum leik að því við erum með 3 melee sína og Jarvan á svolítið erfitt með því að ganga Aurora því með 12 hennar bara fer innvis bara þannig. Já, mig grunar að Dogs muni setja meiri pressu botlane að reyna að koma Varus og Nautilus ahead. Mel líka skeilar sjúklega vel. Þannig að Já, hún getur líka virkað sem smá í svona secondary supports. Þú veist, með að segja að hún er ekki lítið í millinu. Já, ég held að þú veist, ég trúi alveg að þetta sé svona Aurora favorite matchup. Þannig Mel getur örugglega tekið bara svona
scaling runes og bara þú veist chilla, tekur bara teleport og reynir bara að deyja ekki í lane, farma eins og hún getur og hún mun gera crazy damage Já. seinna meir. Þannig ég held að það sé líka bara mjög fínt, þú veist. Mér líður svo, þú veist, Mel scalar betur svona heldur en Aurora, allavega svona hans meira consistent. Það? Já, Ok. ég held það. Mér líður þannig allavega. Sko, Aurora, það veit fyrir það ekki svolítið hvað alveg. verð á Aurora, finnst Já. mér. En Aurora getur verið með svakalegt damage í late-gameinu. Já, þeir scala báðar mjög vel og gera bæði svona þeir eftir Hún builds. svo sem með þetta crazy execute Karthus og Já, dæmi sem ég bara ég þóla ekki. En við erum að sjá eina svolítið skemmtilegt matchup í toplinnu. Við nægt inn á móti Jux. við kannski fá að sjá lobbyið. Já, það er spurning. Ég veit að CBT er að fá það sem sagt Octopus er ekki að spila sem ADC eins og heldur er þeir með sub sem ég man ekki hvað heitir ef ég á að vera alveg hreinskilin. Við fáum bara að sjá það hér. Hjá sub hjá CBT. Já. Já, það er Er það ekki Cookie? Veigar. Nei, það er ekki. Jú, það er Cookie. Það er Cookie. Það er Cookie. Ég veit sko hver Cookie er. I know that man. I know that man. Cookie var lengi spilað í deildum á íslenskum mótum. Hann hætti að spila á tímabili. Þú veist, ég er ekki búin að sjá hann í svolítið tíma. En ég spila á móti Cookie. Mjög fín ADC player. Hefur náð Master Plus Peak. Ég þori ekki fara nákvæmlega hvað það er, en Master Plus. Okay. Og mjög góður að seri. Ég fór að hugsa, ég var bara já, að því ég var búin að gleyma að Octopus væri ekki að spila. Já, þetta er svona dálítið óvinnlegt fyrir hann, sko, ef við erum ekki búin að sjá það. Já, nákvæmlega. Hún er búin að spila mig mikið í mótinu alveg. Já, einmitt. Nei, þetta make sense. Ég sko, ok, bara út frá teamcomps, hvaða teamcomp ertu svona, þú veist, meira hrifin af? Við bara teamcomp. Sko, mér lúmst fíla þetta er mjög, ok, ég fíla það bæði teamcomps, þetta er mjög svona þeir eru frekar svipuð þannig séð. Já, þeir eru með svona gott frontline, þeir eru með svona, já. Ég hallast svona aðeins að teamcompinu hjá Dogs. Já. Já, ég fíla, þú veist, mér finnst alltaf þegar já, ég veit ekki, mér finnst svona Jax er alltaf svona smá spurningamerki, mér finnst Aurora líka vera svona smá spurningamerki og Seri líka, mér finnst bara svona teamcompi hjá Dogs er meira solid, bara svona virkilega solid. En það er verið að labba hérna í botlane bushes. Ég held að það nú gera ekkert mikið. Ég held að 4 ætlaðir að Jú, þeir finna Ian. Hann er fæn. Finna hann. Já. En labba í burtu. Já, ég mitt hugsaði fyrst bara svona first impression. Það hugsaði, já, þú veist, Dogs er með þeir eru með Jarvan og Nautilus sem er rosalega góð frontlines og getur verið svolítið tanky og mér finnst samt eins og CBT með svo miklu meira damage. Það er miklu betra scaling team comp. Dogs er með rosalega mikið snowball comp, finnst mér. Þú veist, þeir eru með Renekton í topplinnu sem getur fengið á ekkert lead á Jux, þar sem Jux er ekkert eitthvað insanely sterkur early. En þetta er bara, þeir verða ná early gameinu, þeir verða síðan bara end í mid game. Ef þetta fer eitthvað lengra en það, þá bara, þetta verður, þú veist, já.
Já, sko, Að því- yfir að að því nefnt CPT follow off, en þeir eru með samt svo rosalega mikið, sko, þú veist, Mel og Varus gera crazy damage. Þannig, miða við ef- samt, þú veist, í hinuleginu þá er það Seri, Aurora og Jax sem er með damage og það er alveg heavy damage dealers. Já, Þannig já, mér finnst þetta damage late game sem meira CPT favorite. já. En, Sko, eitt við tímkombi og CPT, mér finnst það vera svona, þau þurfa dálítið að byrja fæti vel. Já. Þau mega ekki verða of behind út af því Seri, Aurora, þú veist, Jax og bara Wukong, þau þurfa einhvern veginn að spila þannig saman að þau verði bara nógu sterk til þess að ná þessu góðu skeili, ná þessu góðu damage út af því að ef þau verða mjög behind þá gera þau ekkert damage. Það er contributionið sem þau eru með, það leika vantar svona smá CC. já, CPT, já, það er miklu, þú veist, Og svona, já, svona aðeins, þau eru með eitthvað CC, þau eru með alveg eitthvað engage, en það er miklu meira solid hjá dogs. Þau eru bara með, já. einmitt. Ég er líka að fíla Jarvan gangs miklu meira heldur en Wukong gang. Já, ég veit ekki alveg hvað Wukong, þú veist, hvaða lane hann ætti að vera, þú veist, hann ætti náttúrulega að vera að reyna að ganga bot og mér sýnast hann vera að gera það. Þú veist, hann er svo sem að patha topp eins og er. En Já, þeir eru að patta í sig ykkur áttina, treyta kannski sköllers bara, en eins og er ekkert það mikið búið að gerast, Renekton er búin að ná base. Og svo er bara svona létt verið að treyta, ég meina, millirnir sem eru báðið frekar healthy er bara farma þetta út kannski að mestu, en Jarvan er spottaður í botriver og já, tekur bara skallan, þau eru svolítið deep hérna í botlinunni eins og við sjáum á minimappinu. Já, Þetta er samt ekki nógu deep, þú veist, Seri er svo Seri fáránlega góð með í svona. dash, já, Seri með dash og þú veist, Braum er eiginlega alveg sama ef hann myndi Braum er taka Braum. damage. Já, Braum. Braum er Braum, Þannig- nokkulega. Minnst Þannig að Braum vera svo OP karakter. Ef við erum að tala um, þú veist, ef við fyrir svolítið í svona botlane talið right now, þú veist, Varus og Nautilus geta átt svolítið, þú veist, þau voru með svolítið gott early game level 1 pressure, en eins og mér liðins að þau geta bara virkilega að fæta nema með því að ég veit ekki. Mér finnst svo erfitt að fæta sem Varus á móti Braum. Já. Ég bara get ekki, ég held að eina skipti sem þau geta drepið er bara eitthvað perfect play, skilur. Já, perfect play, kannski bara, þú veist, gott Nautilus allt, en þið þurfum náttúrulega að bíða þangað til level 6 fyrir það. Það er samt svo að því Nautilus náttúrulega Braum counterar Nautilus alveg ágætlega vel. Þú veist, það er bara að vera Nautilus player að spila henni í Braum er bara Svolítið erfitt. ekki skemmtilegt, skulum við segja. Hins vegar, eitt náttúrulega er að Braum getur svona aðalega varið bara einu mannesku, þannig til að venda. Þannig svona Sem er svo sem alveg nógu target selection mun skipta alltaf máli, sko. Passa að eyða ekki öllum abilities í Braum, en já, Braum sér í leinið, ég meina að það er eiginlega ekki hægt að ganga það þótt að þú viljir reyna að koma sem Varus ahead. Þeir eru svo, byrju, what? Þeir eru öfuð megin. Ná hann hafi Braumina. Já, það er fyrir að gera alltaf mikið damage í Cookie. Hann þarf að flaska. Þetta er perfect place að Iron tala um. Flash. Kemur 12 flash hérna frá. Þeir voru að stiga svo mikið fram. Já. Wukong mættir hérna Oddi til er solo. Double kill á Iron. Ó, nei. Ok, 40 gamer tekur hann allan að niður. Wukong nær samt doppelkina. Nei, og þó. Fortnite maðurinn er mættur til þess að vera með aura og að láta Wukong play í burtu. En þetta var perfect play sem við tölum um. Ég elska þetta play. Þau svona feikuðu back, fenguðu í svolítið svona awkward position. Mjög awkward. Mér leiðist þetta svo Seri hafði ekki að dassa, þú veist, alla leiðina upp vegginn. Já, allan daginn.
Ég veit svolítið ekki hvort hún var nýbúin að nota til að cleara waveið hratt að þið gera ráð fyrir að þið myndi bara bakka. Þannig af hverju myndi hann ekki bara fast cleara waveið til að ná pushinu inn í tower. En þetta er akkurat win-conið fyrir að koma eina head. Það er algjörlega win-conið hérna. Já, ég fíla þetta play. Wukong eitthvað að trilla sér getur eiginlega ekki gert neitt þar sem Fortnite maðurinn er aftur með aura og láta Wukong play í burtu. En já. Við erum svo sem komin í svolítið rólega stöðu eins og þau taka dreka. Þau eru ekki með prio á mid nýja bot, þannig að þetta er bara að dreki sér fyrir hérna til dogs. Já, bara mjög þægilegt, Grubs er að spána eftir 30, en CBT er að fæta og Aurora er að dassa inn. Og hún er mikið dæmis á æginu, það er bara fókusaðan leið. Wukong hoppar inn nær killinu. Fortnite maðurinn er rosa low, það er að dassa í burtu, allir að flassa yfir. Það er svo vestið! Nei. Fortnite maðurinn! Er Addi að fá cooldowns? Já, Addi fekk cooldowns. Nær Fortnite manninum. Já, 40 gamer tekur dreka. Það er bara complete swap. Já, törnir playinu alveg við. Ekkert prio, neinstaðar hérna hjá CBT. En þau ákveða bara að fæta það og voru með mjög góð ult til þess að fæta það. Þau eru náttúrulega með Siri, Aurora ult og hérna þau eru reyndar ekki með Braum ult eins og það er bara level 5. Bara góð nýting þar sem líka, takk ég ekki eftir því, Siri var með ult að því hún er komin í level 6 en Varus er ekki. Það hefði verið svolítið öðru í sér fætt hefði Varus verið með ulti, myndi ég segja. Af því þetta team route er svo crucial í svona. Já, hann var samt á mjög óþægilegum stað inn í Dragon Pitinu og það var bara committað á æginn leið. Þannig, veit ekki eins og hvort það hefði skipt það miklu máli. Nei, svo sem ekki. En komin í smá turnaround samt hérna hjá CBT. Þeir voru, hérna Dogs var í smá gold lead, voru 3-1. En núna er komin bara í 4-5 eftir þetta 1 teamfight. Við sjáum hérna mögulega, þau ætla ekki taka Void Grubs alveg strax eins og Sýnir samt eins og það sé eitthvað verið að byrja þar sem Braum er komin í þá átt. Leikmaður er að hoppa ofan á Mimic. Allt er að vera poppið hérna og leikmaður þarf að hörfa í burtu frá Renekton. Það er samt engin, það er allir topside en það er engin í stöðu til að follow þessu playu. Eða sko, já, Braum er topside en það er ekkert betur að múa Grubs eins og og í staðinn er Siri að 2v1. Mick dripur bara leikmaður, við fengum ekki að sjá það en núna er Wukong mætti reyna. Gamer komin og fær örugglega bara kill. Já. Bang. Þá er þetta líklegast bara Void Grubs fyrir reyna 40 gamer. Ég held hann, hann ég held að sé ekki búin að fá visionar Jarvan. Jú, hann er búin að fá visionar Jarvan, eins og Já, sér hann á mappinu. Nei, það er enginn sem getur contesta þetta, þannig þau fá dreka og 3 Void Grubs í early game-inu. Já, það er bara slett í gott lead, sko. Já. Líka eitt með drekafæti áðan. Ég held að hefði aldrei virkað nema bara út af því að CBT var akkurat, red team. Það er svo þægilegt að hlaupa bara inn í Dragon Fight. Já, smávegis. Það var samt líka það að ADC-in var komið með svo brjálæslega gott ulti. Aurora gerir miklu meira í svona fights en Mel getur. Já, en Æna var samt ahead og náði samt ekki að nota lítið sér til þess að kontribúta bara eiginlega neitt. Nei, hann var ekki með level lead og level lead er svo mikilvægt í svona. Akkurat. Herri, leikmaður bara kom með Mimic. Þetta var bara... Hann bara mætti og sagði bara nei. Og fær þá... Hann sagði bara nei. Fær þá gott push og er komið með mjög mikið CS lead á Mimic. 90 farm á móti 66. Og tekur örugglega bara plates líka. Já. Jesús minn. 2.
ef ekki 3 bara. Mimic að respawna ekki með TP. Nei. Þannig leikmaður að sko raka inn gulli hér. Nei, Jarvan á svæðinu en fyrst Renekton ekki mættir þá ekkert að fara að fæta 1v2 þarna. Það verið að hlaupa á æginin, hann þarf að flusha í burtu frá 40 Gamer. Nautilus notað en Addi mættur. Þetta var gott hugsamt en það nóg? Nei. Þeir báðir falla á sama tíma. Oh my god. Sýrtinginu Nautilus og Wukong tekur niður Varus og annað mjög flott og bara clean play hjá CBT. Beautiful for man that. I respect it. Já, bara hreyfa sig vel sem lið og taka niður Varus. Það svo erfitt að vera Varus. Nei, ég leikmaður. Og hann lappar í burtu. Hann lifir. Hann lifir. Enginn á svæðinu til að svara þessu. Þetta var smá spooky, sko. Ok, 40 Gamer að reyna að stela Raptors. Næri ekki, en þeir ekki. Við höfum ekki fengið opinbert svar frá CBT hvað þetta þýðir, en þeir gefa í skinn ákveðið. Við getum bara gískað. Við getum giskað, þeir ýta undir ákveðin gisk. Já. Þessi sem með skemmtilegasta giskið vinnur. Það gæti verið cognitive behavioral therapy. Það það sem ég segi, það það sem mér datt í hug. Já. Chatið að skrifa eitthvað annað. Ég ætla ekki að segja hvað mér datt í hug. En hérna, drekinn aftur mættir upp. Núna Já, og það greinilega verið að fylgjast alveg með drekanum. Það eru awards frá báðum liðum á honum. Og Melle mætt í botlinni að farma móti seri hérna. Og Varus og Nautilus eru með. Allir svona að múfa? Spurning hvort að CBT reyna að leita að þessari Mellina. 40 Gamer mættir. Ætlar að gera eitthvað smá alcove play. Það geta eiginlega ekki gert þetta hérna. Nei. Mel veit samt ekki af þeim. Hún með flash. Hún með W. Erum við að fara að sjá F1 exit timing? Ok, flashar, W. Ekki alveg! Nei, þetta ekki nóg. Seri og Bromred samt sem ekki damage. Já. En þessi dreki bara ætti líklega að vera frýr hérna fyrir CBT ef þeir taka hann strax. Þar sem bæði Varus og Nautilus eru nýkomin frá base, en þau eru núna að byrja ára síðan sem á minni var verið. Já, og leikmaður ennþá með mjög mikið lead á Mimic. Þótt að Mimic sé með wave advantage. CBT tekur bara drekan, ekkert contest. Skellerún mun spána eftir 10 sekundur núna. Núna Dogs í 3K gold deficit. Það bara spurning hvað þið geta gert. Mér líður eins og það verða svolítið að vinna við pick plays eða að taka sneaky little crabina. Það getur líka virkað. Mögulega. Baddi á svæðinu ekki með allt. Það vantar dálítið oft sér CBT en þeir eru miklu sterkari með miklu líka mættir. 40 Gamer dassirinn og stelur Rift Herald. Og Mel fær shotana í staðinn. En það worth meira eins og play. Ægin að vera one shot hérna af Auroru. Nei. Það alltaf kemur í gegn Cookie reyna að kæta hérna, næra kæta. Ok, næra henni killi. Brom mættur full HP og getur ekki gert neitt meira því miður. En Cookie rétt svo bara á PNR hérna double kill. Já, og Dogs þá komin í aðeins betri stöðu hérna, þótt þeir mistu skellurinn og fengu kills. Fengu með shotanið sem var á Wukong sem var alveg hefti, sko. Og á Mel. Nákvæmlega. Mel núna 5-2. Hún getur alveg tekið hennan leik, sko. Það bara spurning hvernig hérna
Sko, það getur verið svolítið slæmt náttúrulega Nei. að CBT sé með Crab. Já, ég held að Mimic sé alveg hættulegust þessi leikmaður virðist mjög sterkur hérna. Getur meira að segja fengið first turretina á topplinunni. Ég held að Mimic verður bara dæfaður. Ætti hann á double turretina. First turret fyrir hérna á topplinunni. Leikmaður bara tekur hann niður, nögtan allt notað, hann að halda sér á lífi, ég held að sé ekki nóg. Og Brom sem mættur til þess að tryggja það að Mimic geta ekki spilað leikinn. Og Mid-Tower fellur líka, CBT bara að keyra þennan leik niður. Þeir ætla bara að taka þennan Nexus eins hratt og þeir geta. Þeir lítið þannig út. Hann kom með fyrir gátt lead og þetta mitt það sem ég var smá hrædd var núna CBT með miklu betra scaling team comp. Þeir eru komið með rosalega gátt lead, þannig þeir bara snowballa áfram. Chaps eins og Aurora og Zeri og líka Jack sem 3-1 og kom með Trinity Force, þannig það sjúklega sterkt mid-game hjá CBT, bara champion að þeirra, þannig þeir sjúklega góð staða fyrir þá. Þessi Mel farin að vera alveg ógnandi, en eins og við höfum séð þá CBT bara með það mikið damage að þeir bara one-shot hana ef þeir fá tækifæri til. Og Mel í augnablikinu ekki með flash, það spurning hvort að CBT reyna að nota það. Kannski ekki á þessari sekundu, en leikmaður aftur mættir bara að lemja Mimic sem getur ekki gert neitt á mótunum. Og Tower-diver hann. Nei, flash ekki mann í gegn. Ok, notar flash til að halda sér lífi, en þarf að recalla og hörfa í burt frá þessu skrimsli þarna. Það Dogs eru komin í svolítið erfiða stöðina, þeir eru komin aftur í 3K gold deficit. Já, það svolítið, sko, þeir geta eiginlega ekki teamfightað, þau þurfa pick nefnilega, þau geta eiginlega ekki teamfightað. Mimic reyna að fenda hérna tier 2 tower á móti leikmanninum, en ok, leikmaður var að fara svo mikið gull og Mimic að gera mikið damage hérna. Hann ekki bara flash! Nei. Nýbúin að nota það. Þannig að leikmaður sleppir henni í burtu. Þetta súrt, en það verið að fæta hérna við þennan verðandi drega sem spáð eftir 20 sekundur. Nautilus tvingaður til að nota flash. Já. Við erum komin að soul point. Að pusha, það verið að hlaupa á Mel. Ok, heldur sér lífi. Fortnite maðurinn aftur mættur með Aura, þá allir flýja í burtu. Ef Mel deyr þá Dogs búin að tapa tímfættinu, þetta bara Ég held að sé eiginlega bara ég veit einu sem hvort ég held að sé ekki þetta var hlaup með tímfættina, sko. Nei, ekki þess verið að fæta, sko, þeir eftir frekar bara að þeir geta grúpað, en honestly, mér finnst þetta bara að vera waves. Þannig að farma, ok, kannski fáðu pickina á Badda. Nei, varla búin að hafa healthan, allir eru komnir inn. Ok, Mel Olt kemur gegn inn á Brom. Fortnite maðurinn rosalá, Nautilus Olt kemur út á Aurora, þeir ná henni niður. Forti kemur líka rosalá. Vel spilað hjá Dogs. Þetta comeback sem við erum að tala þannig var CBT ekki að spila eins og lið, heldur að spila 1 og 1. Sjáum Brom að kott, hann rétt svo að sleppa í burtu. Aurora hoppar inn með eitthvað powerplay sem gengur ekki alveg eins og vel og hann heldur. Og 4G Gamer sem Wukong, þetta líka rétt eftir á. Þetta huge lead, ekki lead, svo sem ekki alveg strax, en ennþá behind. En þeir á attakan hérna, leikmaður eru ekki að fara að ná að smæta þetta í burtu frá þeim. Nei. Ætla nái Nautilus, hann að leita að playi, hann að leita að kills, Baddi mættur líka. Ægin Lóman þarna með flash og barrier samt. Ætti að vera alveg þokkalega öruggur, þótt að leikmaður sé mjög sterkur. En já, þarna fengum við líka að sjá bara, þótt að Dogs séu rosa behind, þá þeir bara með sterka championa, með sterka abilities. Nautilus kom virkilega vel út, þarna bara CC chainuðu Aurora í drasl.
með bæði Jarvan og Nautilus og bara drepa hana bara. Nákvæmlega. Þannig þótt að hún sé mjög hættuleg, það bara, þeir eru bara með góða abilities og þeir notuðu þau rétt. Já, Spiluðu vel sem lið. nákvæmlega, bara gott reaction timing. Af því Aurora ultið sem allt í einu bara poppar í andlitin manns gerir 300 plus damage. Það getur verið svolítið mikið, þú veist, it does hurt, sko. Og Ian Já. var eiginlega næstu búin að deyja, en Já. Nautilus svona coming in clutch. Eitt með svona Auroru og svona svipa með til dæmis Ari og eitthvað er ef þú ert með mage sem þarf að dassa svona inn og svona nálægt öllum. Hún þarf að speysa sig og passa sig svo, þú spilaði svo akkurat rétt svo þú verður einmitt ekki bara one-shotaðir leið sem hún var þarna. Já. En já, það eru engin objectives uppi á næstunni. En við sjáum að sko CPT er komið skó, komin með fætur. Mell er að dassa þarna upp. Tekur blast kom tilbaka. Þetta hefði getað orðið smá hættulegt. Það er bara dálítið verið að setja pressu hérna á midlane. Dogs, þeim langar mjög mikið í hennan mid-tower. Það myndi opna mappið svo svakalega mikið fyrir Dogs. Og í rauninni bara crucial ef þið vilja halda áfram að reyna að ná lítinu tilbaka. Það er búið að opna mappið þeirra alveg rosa mikið. Leikmaður er að taka niður þessa turna. Hann er Ég held að þriðja turnan, sko. Já. Og second tier 2, hann er bara... Hann er moldaríkur. Hann er að fara að beysa núna og hann er að fara að kaupa eitthvað styrlað. CPT, þeir eru að labba saman topside. Það er alveg mínúta og hálf í Baron samt. Ég meina, ef þeir náðu eitthvað rosalega gott playina, Brom er hérna mættur, en... Já, með mikka eins og lemja batta, ég veit ekki alveg. Gerir ekkert rosa mikið, sko, bara frá hvorri hlið, en allt í góðu. Mikið af awards út allt. Þetta moment í leiknum er svolítið hættulegt, af því að ef það deyr eitthvað, bara einmannski í hvoru liði, skiptir enga máli hver er. Jú, svo sem skiptir máli hver. Þá er þetta bara, þau taka Baron. Og það getur, þú veist, til og með sem CPT er Baron, þau geta mjög öll að fengja innhip og kannski eitthvað Nexus Towers. Já. Ef Dogs fá Baron, þá geta fengið turret og tier 2 mögulega. Nákvæmlega. Þannig þá er það komin aftur meira inn í leikinn og komið með aðklifleikitum bara lead. Það er alveg pressa og þess að turna. Jax er að splitta topp í augnablikinu, báðir samt með teleport, spurning hvort að þetta verði notað. Baron er að spána bara núna og Dreki kemur eftir 30 sekundur. Og það er mikil orka í loftinu. Það er, smá póka á Brom. Bæði liðin er að leita að einhverju. Dogs er að labba saman sem 4. Dreki er að mæta hérna eftir 10 sek. Það er komið rosalega gott præði á dreganum. Já. Leikmaður er að pusha inn á tier 3 tower hérna. Með mikil ekki ná að stoppa hann. Spurning hvað verður? Addi! Hvað er líklega Aurora Addi að gera hana í backlinenu? Hann ætlar að finna ægin hérna. Þau geta sandwich að liði eins og þau gera þessum á þessu í fyrsta drekafættinu. Þeir eru mjög hættulega stöðina hjá Dogs. Forstöðmaðurinn er þarna á drekunum, er Addi að fara að hoppa yfir. Addi er komin inn. Ægin er búin að taka niður 40 gamer. Cookie tekur niður Jarvan. Það er verið að flossa. Mell er þá lífi. Ætlar hún sér... Nei. Og þetta er ace hérna fyrir CPT. Cookie fær triple killina og Addi klárar þetta. Já. Þarna var Dogs meina ég í mjög hættulega stöðu. Þeir voru bara sandwiched af næstu öllum áttum. Og Aurora alltaf kemur inn nær 4. Já.
og það er bara stekt ofan á með slows og seri að auto-attacka mann og gera skriljón damage og það er bara, hvað á maður að gera? Akkurat. Og þarna einmitt kom Addi á Auroru mjög seint inn í fætið sem ég held að var bara mjög sniðugt. Þú veist, það er, ef allir að bíða eftir að nota einhver abilities á einhvern mikilvæg carries, þá það ekki notið. Og einmitt, þetta er svona mjög óþægilegt og Cookie spilaði þetta virkilega vel líka. Já. Big damage. Bara frábært positioning hjá CBT leikmennunum. Og taka inhibitor og 40 Gamer er mættur topset, búinn að taka sköttlir, tryggja sér þarna vision á Baron. CBT geta mögulega contesta Baronina, forsaði eitthvað teamfight af því þau veit allan daginn að þau vinna teamfightinina. Já, algjörlega og allt sér að koma aftur upp og Dogs vel að passa sér svolítið mikið. Það getur verið að playa að reyna að finna eitthvað sem er alone, en ég held að CBT séu ekki að fara að leyfa það. Ef Dogs tapar þessu teamfighti þá mun leikmaður bara, þú veist, enda leikinn, held ég. Hann er top að pusha wavinu og wave er líka push botlane. Já, Aurora er botlane, Aurora og Renekton. Aurora er með TP en ekki Renekton. Það er svona, þeir vita örugglega á því og munu nýta sér það sko. En sýnast þau byrja Baronina, sem bara mjög fínt play-in. Sko, Dogs geta reynt að drífa sig á meðan þeir eru bara þrjú þarna. Eru með man advantage í smá, leikmaður er komin bara strax inn í fætið. Er ekkert að bíða með það. Rusted Iron að reyna að póka. Ersa, hann má ekki deyja. Addi hoppar inn, oltar Ægin. Oh my god, damage! Ægin er held ég bara dauður. Addi, já, tekur hann niður. Forty Gamer fær killið. Mel er að reyna að halda sér á lífi. Fortnite maðurinn, rétt svo sleppur. Rétt svo lifir. En CBT vinna fætið í The Dogs aftur inn í base. Já, og taka Baron bara. Frábært positioning í þessum leik. Það er bara að benda á það. Hann byrjaði þetta fæt með bara æðislegt ulti nær Ægin sem one-shotar Ægin bara leið. Byrjaði fætið þar sem þau var með gera verkefni að þau fái friðadrækjana. Leikmaður rétt svo sleppur hérna. Raptors. Já. Hann er góður. Hann er sátt með þetta. En já, ég held ég hef bara þetta er bara mjög skemmtileg positioning hjá Aurora og ég fíla það. Hún er að taka þessi flank plays og bara í alvegni smávegis carrya teamfightin með þessu ultis. I won't lie. Algjörlega sko. Þú veist, eftir þetta eina play þar sem hann fór of djúpt og var heitur, þá var hann bara búinn að positiona sig miklu betur. Nákvæmlega. Og bara spila rosalega vel fyrir liðið sitt og það búið að vera gott follow-up frá liðsmönnum og núna er CBT að setja pressuna á midlane á öll lanes. Top og bot eru loksins að pusha inn og Aurora og Jax spila þetta rólega, en það er fight í midlaneinu. Baddi er kott inni en hann lifir að eilífu, hann fellir á endanum. Servanolt er að reyna að ná Cookie. Ekki ná, Nautilus hittir ekki. Cookie er á lífi. Þeir fengu 2 kills þarna. 2 mikilvæg kills, en á meðan er bara leikmaður að taka top tower. Ætla hann taka top inhib. Er að hoppa Rusted Iron. Rusted Iron er svo lág flash frá leikmanni til að ná sér í killið á Mel og leikmaður er bara að halda fram undir tower. Oh my god. Leikmaður hikar ekki neitt. Tekur niður top tower, tekur 2 kills. Inhibitorinn stendur en minions eru að hamra á Nexus turret. Taka allan örgla í tower. Beautiful hérna. Á meðan er ennþá verið að fæta. Þetta var eiginlega næstu ace-ina hjá Dogs.
ná að drepa alla í liðinu á minn sko segja einu sinni. Leikmaður samt deyr with a fight, nær double killi og Og tower. já, en Og dogs towerina á taka hérna topplæninu. dreka. Núna, ótrúlegt en satt, þó eru dogs með 3 hextech dreka í vasanum. Eru samt að sko berjast af lífs- og sálar kröftum á móti þessum minions, bæði top og bot, sem mér líður svo þessi waves ég er búin að vera að pusha bara seinustu 10 mínúturnar og alltaf þarf dogs að vera með eitthvað til að catcha þessi waves. Já. Ok, vá. En CPT ennþá með 4K gull lead og þeir stjórna ennþá til leiknum. Aurora er mjög nálægt Rabadons held ég. Eftir samt þessi fights, þeir eru svolítið svona kannski meira að byrja að fatta að Þeir megi ekki vera að splitta svona. nei, Að vera, sterkasti partur í liðinu þeirra er teamkompið þeirra og hinn að vera að Já. sjá Brom það er ekkert verða svo kott nei. í smá hættilega stuðu samt að deporta, respect it en smá ballsy Smá ballsy. Þetta er Brom. Þetta er Brom en já, sterkasti parturinn þeirra er teamcomp potential þeirra teamfight potential þeirra leikmaðurinn vill bara byrja inn að fight Ægin kemur Leikmaður er bara going in. 40 gamerinn er þetta saffram, tekur alltaf mikið damage. Þarf aðeins að bíða. gerist ekki meira en að þau eru samt koma með varusvolti inn í gegn, það er Addi mjög að gott leita að fyrir flanki. CPT. Hann er fundinn. Þarf bara að bakka aðeins tilbaka. Ok. Dogs er að leita, þeir eru að labba saman virkilega vel, Jarvan og Mel að reyna að finna eitthvað. Nautilus er samt ekki alveg með þeim. Og á meðan, enn og aftur, Jax og Aurora er að pusha bot og top. Þetta er bara sama stratus, þeir eru alltaf að þessu og svo á meðan Þetta er bara mjög þrír fínt. með. þetta er Já, bara þú mjög veist- fínt makro hefum sko Já, þú veist, ef CPT fellur ekki fyrir man disadvantage og deyja ekki, þú veist, er ekki hitt bara á einhverju stray hooki eða eitthvað sem er búið að gerast nokkru sinnum eiginlega of oft á mínum mati. Já, þeir eru bara að vera að spila, þú veist, þeir eru að taka bara svona 1-3-1, pusha some waves, halda pressunni og láta bara dogs líða til þetta óþægilega, en sko Mel er komið level 18 hérna, já, er klálega bara sterkasti meðlimurinn eiginlega. eiginlega ég fíla, Já. ég vil benda á eitt ég fíla hvernig leikmaðurinn, Jax hann er mjög duglegur að pusha sidelines en er samt ekki að þú veist pusha stayans, af því hann veit að Nei. hann getur 1v2 og mögulega 1v3 mun hann gera það þá? Nei, er það smart að taka þessi 1v3, 1v2 ekki alltaf sko Ekki alltaf. Og það er einmitt alltaf varasamt þegar þú þarft að reiða þig á bara svona eitthvað svona geggja mikið outplay, þú veist, frekar bara taka playið sem er solid, playið sem er örugt, pusha your waves, halda sér safe, ekki overextenda út af því að við sjáum líka að dogs, þeir eru alltaf að labba saman 3 eða 4. Þannig ef að Jax overextendar þá gæti hann bara verið að mæta 4, en mögulega verið að fæta í topp river hérna í undirbúning fyrir Baron. Leikmaður sér Mimic, hoppar á hann, Renekton er poppað til að halda honum á lífi, en er það nóg? Leikmaður, hann er ekki hluti towers. mjög gott opportunity þar sem þau eru forsa base frá Mel sem gera verkum að CPT fær bara baronina. Já. Er þetta ekki bara perfect play hjá leikmaðurinn eða hvað? Virkilega gott. Mel er að teleporta, hins vegar. Þau eru bæði að teleporta. Ok, 5v4 hérna, Jax er að beisa. Aurora Orb kemur í gegn. Það er ekki nóg, 40 gamer fellir. Baddi er rosaló, hann er að brenna, Cookie allt poppar. Ó, hann er að gera svo mikið damage. Æ, nú Fortnite maður, þeir eru bara deyð. Og restina er Same eiginlega eftir Jax er damage. mættur hérna frá base og eftir Já, ná með mikina Restin getur ekki að fæta leikmann þarna, þannig að hann þarf bara að hlaupa í burtu. Nei, restina er mjög erfið að segja hann
Hann ætti að, nei, hann er Hann sandwich. er að vera Hann sandwich. deyr bara. Hann er fakt. Hann er fucked. Yep, bye. Þá CBT reynda tekur örugglega ekki dreka hérna. Þar sem Jaravan er á lífi og þau vilja ekki riska sál. Smá óþægilegt, eða eru þeir bara byrjaðir að drega? Ég held að sé bara byrjaðir að drega, þeim er alveg sama. Þeim er alveg, þau taka það svo hratt. Þau What's sjá up? líka Jaravan vera að taka midway, þannig að það er fæn. Já. Þá erum komin Baron er uppi. bæði liðin. Já, Baron er uppi. En þá, Það er verið að teleporta, byrju, sorry, gleymdum við að minnast á það að Brom er með Unbound Spellbook og var að teleporta á Baron. what? Ég viðurkenni að ég tók ekki eftir þessu. Mér Hvaða datt í kökk í hug. það? Jó, Mér datt þetta ekki í hug. I'm writing that down. What snilld. the hell? Fornar maður er í mjög erfið að söguna ef hann deyr hann að þetta er frídrykki fyrir CBT. Ó, nei, Hann Baron. næri að fara í burtu. Þetta gæti verið drykki, sagði Já. ég. Fyrir Baron. Þetta er samt eiginlega bara Baron. fyrir Baron fyrir CBT. Þau verða að Já. fæta reyna dogs. Þau verða að þau vita það. Leikurinn er búinn, sko. Ef við Ekki fyrir gegn á Addi, Addi, kom! Nautilus ult. Addi bara one shot. En Wukong næsat Baron. Jarvan dauður, bara leikmaður er svo sterkur, en það er verið að hamra á honum, hann er með Sonjas. Það eru Bíddu 3 nú full við. HP-ina. Leikmaður er fastur. Ægin er að gera mikið damage. Ægir með double Ó. kill nær bæði Jax og seríuna í gegn sem eru bara fóru að gera svaklegt damage hérna. Þá er einu sem er eftir Brom. Hann er náttúrulega bara fer í berti. Ok. CPT nær Baron en tapar fætinu að lokum. Vá, þetta var eitthvað. Ég var ekki búist við þessu. Þetta var En aftur virkilega gott play hérna hjá Date Plate að ná Adda. bara mjög snemma. Sem Já, eins og ég sagði áðan, minnst þetta vera smá make or break teamfightin ef, þú veist, ég veit ekki, öll teamfightin sem þau hefa unnið bara mjög vel þá hefur Addi gert eitthvað play. En ef Addi gerir Já. eitthvað, þú veist, eins og þarna þá var hann bara badly positioned og deyr instantly út af Já. Nautilus ulti, þá bara kramblar þetta allt. nákvæmlega. Ekki núma það heldur var leikmaður líka rosalega mikið í baklæninu og Og festist aldrei, hann var þóttið Festist CC-ar dálítið. of lengi og var ekki alveg Nákvæmlega. að ná að komast ofan á þessi carries sem eru með range og eru með mjög mikið damage. Rusted Iron tjöggaði leikmann. Já. Og Ægin náttúrulega bara, þú veist, þegar Ægin er búin að fá að gera damage í sem að tíma byrjar Sixit passi við að koma í gegn og já, þá kemur damageið bara svona ef þið fá að fæta í svona smá stund. Ef þið fá að lifa í smá. En CBT eru ennþá með Baron á Badda og eru því allir 5 þarna Addi að leita að einhverjum flanki en Fortnite maðurinn stendur þarna í runnanum og sér hann. Allir eru að detta í level 18 eins og allir að detta í þetta late game. Getur, þau eru að fenda mjög vel hérna á móti Baronni. Það CBT getur eiginlega ekki gert neitt mikið hérna. Að lokum líka mun Baronin örugglega bara fara. Já, mig grunar hann muni expæra án þess að gerist eitthvað svo mikið Nei. þannig séð. Þetta snýst alltaf þessi mikilvægu svona, þú veist, allir þurfa að vera position rétt, það má enginn vera position þannig að hann sé caught out. Addi er að stíga alltaf langt upp að fæta Mel þarna. Spurning hvort það verið törnað á hann. Ó, næran röstin. Hann passar á alltaf virkilega vel spilað. Og lifir líka. Og lifir þetta af. Mimic er bara one shot, hann er svo squishy. Lassi kemur henni gegn frá Cookie og nær Nautilus. Já, þetta er bara leikur fyrir CBT. Það er bara Fortnite maðurinn og Ægin innan til að fenda. Ægin með ulti en þá Flassi kemur í gegn hérna frá Addi. Og Flassi kemur í gegn frá Ægin. Það er svolítið ekki nóg. Alls ekki CBT leikmaður. endar að leik og Leikmaður tekur bara Nexusu niður. GG well played, skulum við bara segja. Já, fyrsti leikur fer í höndina
til CBT sem þeir þurfa bara að vinna 2 leiki í viðbót þá eru þeir búin að vinna áhugamannamótið en það er mikill séns hérna eftir og út af þetta er fearless þá verður draftið næst mjög spennandi sjáum hérna damage seri með mesta damage í leiknum Jax Velvaris mjög mikið líka og Renekton alveg líka low-key. Já. En ég meina þau voru bara að fæta í topplinu allan tíman. Það var ekkert, það var svolítið bara svoleiðis sko. Það er classic. En bara frábært fætt, ég held við skellum okkur í bara 30 mínútna pásu cirka bát svo að bæði liðin og allir aðrir geta tekið sér fengið smá pop, farið í smá pissupásu og að vera skemmtilega leikur framöndan. Við sjáumst þá.
Ok. Velkomin aftur. Við erum að fara að byrja draft innan skams. Það er verið að undirbúa leik fyrir okkur. En núna verður gaman að sjá hvaða champions verða, hvort þau haldið sér við sömu bans. Mér langar að vita það. Og það Það er mjög líklegt. Einn gegli við Soft Fearless er að flestir halda við sömu bans. Eiginlega allan tíman. Já. En þú veist, það er fine. Já. If it works, don't break, don't... Eitthvað, I don't know how it goes. En þú veist... If it ain't broke. If it ain't broke, don't fix it. Já, nákvæmlega. Sko... Já, nei, ég held að ég halda í sömu bans. Að því meina, þú veist... Það er búið að velja sæt. Þið er búið að velja sæt. Það er búið að velja. Já, ok, dogs vildi rétt. Alright, við býðum bara eftir draftlinkinu. We just wait. Ó, er þetta saman link? I see it. Þau eftir að byrja. En... Við komið linkur? Nei, drafti, þú veist, við erum ítti... Draft 2 á sama link. Oh. Wait a minute. Þetta er eitthvað technology. Úps, ég fokkaði þessu. Já, okay, það er bara eftir að byrja. Þeir eru ekki byrjaðir. Hvað heldur við sjáum í þessum leik? Ok, sko dogs er að velja red side. Þannig þeir eru að gefa CBT first pick. CBT gæti pullað eins og þau gera bara síðast. Já. Sko, ég held við fáum að sjá. Veitu, hvað spilar Cookie? Heila allt. Ég veit hann er góður Varus-player, en Varus er náttúrulega tekin. Nei, CBT getur spilað Varus. Þetta er team specific. Er það ekki game specific? Nei. Já. Ok. Þannig, það er hard fearless sem er þú veist allir, no? Já. Sko, það er basically bara þessi hard fearless að bara ef champion byrtist í leiknum, þá bara gone. En það sem gerist stundum í soft fearless er að lið byrja bara að swappa champions og bara taka einn á saman champion, bara hvort leik. Þannig kannski, sko, CBT gæti þá pikkað upp Varus, ef Cookie spila það. Já, ég held við höfum að sjá kannski Aphelios, en við erum komið með first pickana hjá CBT. Já, CBT blue side. Já. Já. Red side, þannig að þau svissuðu sides. Já, ok, ég held að segja að CBT valdi red side. Ég er rugglast. Dogs valdi. I mistake. En við erum að sjá jungle picks hérna mjög early. Og svo Nocturne hérna hjá dogs. Ok, mér áhört að pikka Nocturne snemma, en þú veist, respect bara. Já, minn Svæ pick gott, minn Svæ mjög góð eins og er. Já. Mjög sterkur champion. En Bessa, minn mjög áhört pikka Bessa snemma reyndar. Nocturne pick ég bara svona, þú veist what þú getur pikkað Nocturne snemma, doesn't matter. En Bessa, það er svolítið áhugavert, sko. Það er djarft. Það er mjög djarft. Ok, Sæja, elska Sæju náttúrulega. Heldur þú fáum að svo Sæja Rakan? Já, ég gæti trúið því. Það er búið að pulla það. CBT búið að pulla það. Já, mér sem ég líklegt. Let me see it. Líka bara gott kombo með Vi. Mjög gott kombo. Give him to me. Hello. Let us see it. Yes. Hanna kemur the power couple. Let's go. Þetta er wombo combo með þessari Vi.
Það verður mjög Amazing. hættulegt að spila þetta botlane. Amazing. Við Love to sjáum see kannski it. eitthvað eins og honestly bara Ezreal eða eitthvað hjá Dogs. Já, eitthvað svona uber safe. Mér finnst minnst Ezreal verið bara ágætt pick hérna. Reyndar þú Já, veist ekki Ezreal, crazy á móti Vi. Caitlyn líka góð inn í Leona. segju. Ok, Ég fíla Leona picki. já. Þeir eru með mjög heavy CC hérna hjá Dogs. Hvað bannaði hérna út? Ég held að banna aftur bara Ornn og Gangplank hjá Dogs. Já, CBT. Þau hafa tækifæri til að Örugglega banna Ahri. ADCs. Þetta er náttúrulega bara Já. Ahri og Ezreal, honestly. Nei, kannski ekki Ezreal. Sko, Ezreal er AIDS matchup fyrir sæju. Já. Allan daginn, en Já. Taka það út. Ezreal bann. What I say. Vlad bann reyndar hjá Dogs er svolítið áhvert. Ég held að sé bara út af Vlad er reyndar svolítið spooky í þetta teamcomp hjá CBT, þannig að þetta er bara mjög finn bann. Já, algjörlega. Ég held að síðasta bann hérna hjá CBT ætti líklegast að vera Ahri. Já. Já. Mobility hjá Ahri fyrir hérna Versatile Iron er mjög gott á móti þessu tímkomi hjá CBT svo far. Minnst líklegt samt að Dogs, Sivir er fint pick, honestly. Men Sivir er ekki vera góð ADC bara right now, in general. Sivir er mjög góð right now. Er hún góð right now? Ok, ég bara aðað að lúpa eða eitthvað. Sko, allavega þegar hún, já, Sivir er góð, sko. Já, Hún er búin að vera powerful. Hún er búin að vera pickuð nokkru sinnum, actually, á mótinu og búin að vera bara mjög öflug. En, þú veist, já. Ok, Nekton verður kannski pikkar hérna upp að CBT akkurat. Það er bara, þú veist, verið að show up á Champions. Og þá er það bara midlane hérna hjá CBT. Þetta er líklegast annað mage v mage matchup þar sem þeim vantar AP damage á báðum hliðum. Viktor. Ok, ég fíla Viktor. Jú, ég fíla það. Bara svona sem champion. Ég held að fáum að sjá eitthvað eins og ekki Syndra, minn Syndra á móti Viktor, ekki skemmtilegt matchup. Nei, Galio! Nei! Áhugavert. Þú veist, það er samt ekki það. Nei, samt ekki. Ég er ekki það hrifin af Galio í hérna. Þú veist, hann er bara góður á móti Viktor. Þeir eru með svakalegt dævin á menn sko að segja á Dogs. Já, þau eru það. Jesús minn. Vissilega. Þeir eru samt aftur með frekar lítið damage. Myndi ég segja. Já. Galio reyndar alveg fín á móti Viktor. Já, algjörlega. Þetta er algjörlega, þú veist, hann er að spila fyrir lane, en ef að hann Þess að hann er ekki crazy góður samt á móti Viktor. Því Viktor er mage og Galio er ekkert eitthvað super góður á móti mages, I won't lie. Samt fínt að fá meira píl inn í, þú veist, á móti þessu Væsa, Rakan, þú veist, springinni þarna. Já. Sem mér finnst vera frekar spooky. Já, Rakan almennt með eitthvað svona öðru hard engage og það er lett hjá CBT. En svo, sko, Sæja er náttúrulega með mikið safety frá Dive Company hjá Dogs, en það er takmarkað. Hún fær movement speed frá W-inu sínu og hún er með 1 ult. Þannig ef að þau láta hann að nota ultið sitt á móti kannski Galio engage, mögulega Leona engage líka, þá þú verður í svo vondum málum. Þannig að Leona er klikkaður champion. Hún er, já, sjúklega sterk. Hún er bara með permastun. Og það er ekki svona earth, það er bara, bro. Já. Jesús. Leona er crazy. Þannig, já, þetta verður spennandi að sjá. Já. En, ok, Mist
Hvaða teamkomp fílaru meira? CBT. Já. CBT, sko. Dogs er enda með þannig teamkomp að þeir eru með rosalega gott pick potential. Og þeir eru með svolítið mikið öryggi í botlininu, myndi ég segja. Þannig, þú veist, eins og, þú veist, botlinu þeir eru með Zaira Khan og svo Vi sem gangar og sleiðilega og það er bara, þú veist, mjög erfitt að deala við það, en á sama tíma þá eru þeir búin að peka Sivir Leona. Sivir með spjálsýrlið sitt og svo Galio sem getur bara oltað og mætti allt í einu í fætið. Og Nocturne líka sem allt í einu getur oltað og mætti í fætið, skilur. Þeir eru með rosalega mikið defense. Þannig sé þetta er meira svona defense-sided cop. Að því Svona defense engage einhvern veginn. Sko, mér þetta er finnst svona, líka þetta er eitt við anti-dive. CBT. Þetta er mjög mikið Já. anti-dive, sko. Sko, eitt við CBT er að ef þau nota mikilvægastu abilityin sín, þá eru þau smá á pásu í smá tíma. Á meðan Dogs er ekki alveg eins svona háð einhverju svona 1 eða 2. Þú veist, Leona bara, hún fer á cooldown í smá og svo fer hún bara aftur sitt og Q sitt og stunni sitt og Sivir er alltaf mjög consistent, bara svona damage, þú veist, er alltaf með spellsiti til að halda sér áfram. En svo er þetta alltaf með, þú veist, Galio Nocturne alltaf og Ambessa alltaf, hún bara dassar hægri, vinstri, út og inn og leimir þig og hleypur og dassar og hleypur og dassar og leimir þig og hleypur og dassar og bara, þú veist, endalaust. Já. Svona CBT þau, ok, start early mid game, fall og svona smá off. Dogs, já, ég get ekki alveg ímyndað mér hvernig late game ekki Dogs er. En Sivir er mjög strong late game, sko. já, En þetta er eiginlega eina damage þeirra. I won't lie. já, sko, Ambessa gerir really crazy damage. Viktor scalar mjög vel. Sæja scalar frekar vel. Já. Hún er góð inn í svona team comps, þú veist, það eru 4 melee, góð inn í Ambessu, mjög góð inn í Ambessu. Svo lengi sem hún deyr bara ekki. Hún er ekki með það mikið píl, þú veist, Rakan píl er ekki frábært. En Nei. svona smá, svona, þú veist, hún þarf bara að spacea sig sjúklega vel. Já, það er true. Já, I don't know. Ég samt það er eitthvað við. Það er eitthvað teamkomi á Dogs sem ég bara svona I don't like it. I don't like it. Men samt CBT er ekki með crazy frontline. Það er eitt sem er meðbanda á. Við erum Nekton í frontline sem er líklegast bara að deyja innan við sko 2 sekundar af því hann er ekkert eitthvað super tanky. Vi Komin inn í leikinn. einmitt sýnist að vera að fara í eitthvað skonar líklegast CBT er að labba top saman. invade Galio sem tekur eftir því so Já, þeir eru spotted. Þeir eru svona að halda áfram. Spurning kannski ætlaði bara að reyna að taka red buffið. það getur vel verið. Nei, Nei. það er eitthvað að splitta saman. Rakan er bara Rakan tók bara hringinn. Þeir eru með cleanse á Sæju. Heal á Rakan, það er áhugavert. Nei, það er mikið Og sens. það er unbound spellbook. Baddi, aftur. Þetta er eitthvað bara að metta. Hvað byttu nú við? Ég fíla þetta. Ok, já. Og þetta er bara svona hans stick. Já. Það finnst, þá er healið bara allir góðu, skilur. Þau byrja á heal, svo þegar þau fá kannski level 6 eða eru undirbúið að play, þá getur þau tekið ignite, þau getur tekið exhaust, tekið eitthvað svona til að fæta. Nákvæmlega. Og teleport, eins og hann gerði áðan. Nú teleport. Mætir allir barnfætti með teleport. Já, Ok. já. Já, hví ekki. Hví ekki. Hvernig er hérna Ambessa? Þú veist, er hún ekki meira svona mid-game scaling? Jæla. Hún er ekki early game, right?
Nú ég smá out of the loop á þessum nýjustu karakterum. Ambessa bara það sem hún vill vera. Hún sko, hún svo svona skill dependent. Þetta var smá Sally. Þetta var actually báralegt. Þetta svo Pike interactionið. Oh my god. Gott flash hjá Died for Plate, sko. I respect it. Það var líka svo perfectly timed. Þetta var bara svona, já. Þetta var svo goofy að horfa á það svo. Þetta var líka mjög respectful flash bara. Nei. Já. No thank you, ma'am. En ég held að vera ekkert mikið að gangi hérna á millinu. Ég held að aðalfætingi verður hérna á botlininu og náttúrulega líka bara topplinið, skilur þetta eru farmers and brawlers, þannig. Topliners to toplane stuff. Já, nákvæmlega. Ég ætla að aðtuga hérna. Sko, ok, Ambessa, þetta Renekton favored matchup hérna. Já, ég get trúið því. Já, 55% unnið. Þannig, spurningin það kemur út. Renekton náttúrulega mjög sterkur, early. Já, ég held að það sé rétt hjá þér, sko. Ambessa sé meira svona, þarf að skeila svona aðeins. En það er verið að fæta í botlininu. Þetta er samt bara eitthvað hokey-pokey, sko. Sko, hokey-pokey að undirbúa fyrir starra play, þú veist, 2 engage supports, það er svona alltaf spooky þegar allir fara að vera tjöngt. Leikmaður setja pressu á Mimic hérna. Hótaðan síðan. 40 gamer. Tower dive. Ég ætla að go fyrir dæfið. Þetta er Leikmaður nær hættulegt. stunni, já. Ekki með minions. Nei, við var ekki á réttum stað þarna. Nei, þetta er bara bell. Já, og það er bara farm war hérna í millinu, held ég. Viktor á að vinna það snemma. Reyna bara örugglega að halda þessu pussi, en það verið að ganga hérna. 40 gamer mættur bara strax midlane. Fortnite-maðurinn til að svara. Held að verða ekkert meira úr þessu. Það er ekki beint svona, þú veist, þetta mid-jungle combo, það er ekki beint eitthvað svona, boom, við lendum þessu CC ability og þá fáum við kill. Það er svona, ég rundi þessu svona hálfa CC, en leikmaður, neyran, Ekki rétt, svo sleppur með 100 eða svona 50 HP. Jöps. Hann með mikið þá með flash uppi, Fortnite-maðurinn er að rotita lúmst top, nei, ok, first blood á Renekton. Á Renekton, nei, sko. Ég pápa barrier til að lifa, Baddi er að ná þessu killi, það er ekki nóg, ok, gott trade hjá Cookie og Badda í botlinni, Þau samt 2 samsina á hjá Dogsi. Það er barrier og er það ekki exhaust, er það ekki með exhaust? Jú. Ok. 1 kills í augnablikinu. Drekinn er uppi eins og er, sko ég held í early gameinu, það verður Dogs með mjög mikið advantage fyrir þessi hérna. Já, fyrir þessi drekafæts. Já, sko ef Leona rómar topp, þá held ég að þú veist, þegar þau taka Void Grabs og eitthvað svoleiðis, þá ætti þetta að vera frekar frítt, að því Gali með svo brjálæslega mikið pressure. Addi er í svolítið glættur eins og er. Blast frá Adda, er það nóg? Hann rétt svo lifir, hann er með 10 HP. Oh my lord. Mjög gott gang hérna frá Fortnite-manninum. Leikmaður aftur setja pressu á Mimic. Mimic poppar allt til þess að lifa, ok? Lifir af. Koma aftur, hann er tower dive. Hann er með, hann er ekki með allt í.
Það er ólíklegt. Það er Hann ekki ólíklegt. með flash. En CBT er núna byrjað á dreganum. Ég held að sé nú það geta smá í svæta að Nocturne er samt bara topside, þannig ég held að gefa þetta bara Já. Hann er bara level 5 líka. hann er bara level 5, já. Væs svo sem líka. Já. Hæglega sé. Það er eiginlega bara toplininu millinar sem eru level 6. Zaya reyndar er komin level 6 á undan hérna Sivir líka eins og í síðasta leik. Það er svona aðeins með XP lit. Já. CBT er svona aðeins að átfarma allstaðar, sko, allan er sérstaklega í toppleninu aftur leikmaður að vinna með Mikki Reyn. 55 og 35 farm, það er ekki næs, ekki svona snemma. Nei, En það er svo bara svolítið svoleiðis sem toplinur, sko. En Rusted Iron mættir hérna. Ég held að kemur þetta ekkert mikið út af sig, hann er eiginlega komin á the tower. Rusted Iron vildi bara ok. Hættir þetta við. já, þetta var smá dúmdum bara leið og leikmaður var búin að fara þarna fyrir rétt fyrir hátn. Nákvæmlega, Addi Að steppa þarna upp, Nocturne alltaf nota Gali og allt líka. þeir eru svona ekki með neitt damage til þess að drepa Nei, Baddi er ekki með Rakan allt, en þau ná Rusted Iron samt. 3v2. Það er cancelar þetta. Það er bara fínt. Support. Það er gott að gefa supportinu 1 kill í early gameinu. Ég stend við það. Já. Don't sue me. Ég geti keypt boots, ég geti keypt gagga meira. Kill smá health. Eða það, Já. já, bara flott. En það var CBT komið með Dreka og Void Grubs. Það er komið smá deja vu hérna. Já, taka grubbies og fá þá stig í boots. Já, Það er kann og væ mættir hérna. mann topp. Það er verið að þvinga Mimic í burtu. Mimic fær ekki að spila leikinn. Flokkist þetta sem einhaldi? Kannski. Mögulega. Kannski mögulega. Þetta er top lane. They're used to it. True. Það komið smá pókina frá Rusted Iron hérna á 8 en Galio Já. damage er bara það lítið að það bara, what are you gonna do? Já, þú veist, Viktor er í reyna, ef Addi getur passað að hann sé bara ekki gaggaður og drepinn, þá er allt í lagi að hann takið smá pók. Ég held að þú veist, Galio sé varla með kill pressure. Þú veist, Nei. já, hann er að gera smá damage þarna, en ég held að Addi þurfti virkilega að klúðra til þess að deyja frá Galio. Það er líka aðalega mikilvægt fyrir Galio að halda bara præðu eins ofta hann getur svo hann geti tekið þessi ults hérna í, þú veist, botside og topside river án þess að tapa og miklu að því skilur, farm-wise og XP-wise. Það er svolítið vandið með Galio. En Og við sjáum að Galio hann er að byggja tank sem ég feel actually mjög mikið. Gefa dog signs meira svona frontline. Já, sem er ekki CBT bara eru frá- svolítið lacking á. Sem er, þú veist, mér finnst að vera Sem svolítið... mjög lacking þar. Já, ég myndi eiginlega velja að sjá sko bara að Væjur Nekton fara bara svona hybrid bruiser, smá tanki, þú veist, allavega eitt tanki item, þú veist, taka armor item. Þau eru samt nú þegar alveg frekar tanky. Já, þú veist, svona medium. Þau, Já, ok, nákvæmlega. ég vil sjá Death Stance á Væ, low-key. Það er samt svona third, fourth item. Já, ekki strax, sko. Þú veist, taka smá damage item, taka svo, þið þurfum að taka smá svona armor. Já. En já, þú veist, Addi er bara að farma sjúklega vel, þú veist, hann er bara mjög sáttur með stöðuna mittlegin. Hann má ekki vera gaggaður. Já, það er svona smá ekki að respekta gaggið, sko, þarf að vera með vision í þessum runna. En Ég er sem smá tilbúin að Forti beita Gamer er mættur, er að reyna að beita hérna fyrir Væjur Khan. Þeir ná double knock-up á Rusted Iron og taka hann niður.
já, vel spilað þarna hjá CBT. Þessi daginn smáðis fell for the bit, ætlaði að reyna að dreipa Adda en fattaði ekki alveg að Rakan væri þarna líka. Ég ætla að fatta að væri var þarna en Já, Rakan og svo getur svolítið hitta þessu, Rakan náttúrulega bara svona EW ofan á væja þá chainaði bara knock-up og það er ekki að gera neitt í því. Og leikmaður að sækja sér smá meira gull hérna. Hann er með 100 á móti 60 farm. Já, og þetta sáum við akkurat bara svona að Addi þekkir limitin sín, þekkir limitin á Galio og nýtir þau til þess að vinna þetta play. Ok, Leona er smá að vera kátt þarna Galio og allt er komið í gegn en Dæturflut er næstu bara tekið niður. Forti Gamer flassar yfir vegginn, segja allir poppa að hann nær góðum fjöðrum á Leonu, þetta var fallegt. Double kill fyrir CBT. Ægin er að mæti fæti rosa seint. Ætla að ná að gera eitthvað. Cookie er rosa low. Er hann að fá aftur í? Ok. Viktor tekur killið. Bæði Cookie og já, bæði Cookie og Forti Gamer svona 1,5 átátaki burtu frá því að degja en Addi stoppar þetta að hann getur orðið eitthvað mikið vera. Jeps. Þá eru CBT komin í svolítið hættulegt lead enn og aftur 7-2. Þeir eru komin í 5k gold lead hérna 13 mínútur í. Það er frekar ógeðslegt. Það er frekar sárt sko. Og líka næst komið top turret. Það sem leikmaðurinn er svolítið mikið að stríða innan Mimic. Það er líka shutdowns á jungle mid og bot. Ég vil láta að segja sé 004. Já. Hún er bara það ahead. Nákvæmlega með 4 assist. Það stakkar upp sko, það er basically 1 kill. 4 assist og bara hvað, mesta farmið í leiknum. Já. Já. Hún er með 2-falt meira farm heldur en Ambessa. Poor girl. Poor Ambessa. Sýnast þið vel að 13 smáðir strekarinn að geta alveg tekið það. Drekinn var ekki tekinn áðan, þannig að bæðin er svolítið að horfa á þetta, þú veist, að vera smá pókar að kan en hún er mér alveg sama, hann er með hann er með þönglarinn hinn með vegginn, veit að hann sé öruggur þarna og er bara að setja pressu á controlið yfir River. Ok, smá póka á röstuð ærunina, hann dassar aftur í Nocturnal er poppað. Ætla hann hoppi yngast inn? Nei. Það er alltaf risky. Já. CBT svaraði bara Nocturnal með því að bara hoppa og standa allir saman. Þeir vilja sett að drega Cookie. Er einn þarna að fæta Ægin, góður út á Dæturflut, passar hann getur ekki CC-að sig. Forti Gamer rosa low. Oh my god, þetta damage. Þetta var klikk á Violl, maður bara benda á það. Jesús. Ef við tók ekki eftir því þá nokkaði upp 3 að því hún var með hérna Viollið í baklínunni. Ég veit ekki nákvæmlega hver var í baklínunni en það þá nokkaði upp aklega í leiðinni. Cookie í byrjun var í svolítið hættulega stöðu. Ég held að það var í svolítið mikið kott. En það líka. Eddi flash og sim til þess að komast í burtu. Forti Gamer líka fór inn. Já. Þetta var bara fæklegt fætt. Þetta bara leit svolítið ykkur út í byrjun en það bara endaði bara mjög vel fyrir CBT. Já, CBT er að spila bara klálega á mörkunum af því hvað þeir geta gert. Og eins og við sáum í síðasta leik voru þetta að svona rétt að stíga sko sikkur megin við þessa línu en í þessum fights eru þeir búin að vera réttu megin við línuna. Og virkilega bara þú veist, þegar þú ert að spila akkurat á mörkunum af hvað championinn þinn getur gert, þá lokkar þetta aldrei hitt liðið í að gera mistök og þegar þú veist betur bara, þú getur ekki gert ná mikið damage mig, þú getur ekki hitt mig frá þessum stað. Spila bara mjög vel í kringum það, en Drekinn er ennþá uppi og það er ennþá verið að horfa dálítið á hann. Liðin eru aftur að múfa í 3. Dragon teamfightið yfir þessum Cloud Drake. Þessum eina Cloud Drake. Já.
Eru ekki núna Draco predictions? Ég væri til í að sjá Ocean Drake. Ég segi Infernal, það mitt gísk. Ok. En nei, þetta ekki... Já, ég segi Infernal. Ljóna hoppar inn. Galliolti kemur hana rétt svo aftur með. Galjó mæstur. Addi að vera tóndið þarna. Fórst ekki með lifir með 0 Viktor HP. ofta gera svo mikið damage. Ægin rétt þykir niður, hann nær ekki að fá kills. Nei, það eru 3 reyna, but svona 300 HP. Mjög flott fight hjá CBT. Allir svo low og Ægin var virkilega nálægt í að geta gert eitthvað, en núna er CBT 10.000 gull Bossy. undan Og Bossy. Það er svolítið erfitt að koma það. ógeð. Veit ekki alveg. Ok, er Mimic kátt hérna? Nei. Nei, þessar bara. Mér fannst... Ég man við tölum þetta svolítið í byrjun. Þetta teamfightana, þeir eru komið með mid-turret líka. Skemmtilegt. En mér finnst þetta að vera svo mikið damage stuff. Já. Þetta er svo svaklega mikið damage stuff. Þeir eru með svo gott CC. Nokka upp, þú veist, Forcy Gamer. Cookie held ég líka. Já, nú fór CC mér svo líka á Adda, þú veist, hann var með Viktor alltaf basically óna sér. Nákvæmlega. En einu sem getur gert damage-ina er basically Ægin. Að því mér knocked damage er ekkert eitthvað fyrir, þú veist, í svona situations. Og Sivir er bara ekki komin á, þú veist, hún er með 1 item. Sæja og Viktor. Og bara, þú veist, þetta er bara Júntal. 2 items, hún er komið í. Sivir er champion þegar hún komið 3 items. Já. Já, þú veist, þeir eru að ná fínum fights, fínum byrjunum af fights. Þetta er bara, það er ekkert damage. Nei, þú veist, Dogs er inn í fightinu svo lengi og ná bara ekki að klára nein kills. Nei. Það er sárt. Einmitt. Miklu meira CC hérna hjá Dogs en... Gullít. Á 90, þú veist, fyrir 20. mínútu. Dogs verða að gera eitthvað miracle play til þess að koma tilbaka. Þau gerðu það í síðasta leik smávegis, þannig það er allt, getur allt gert, sko. Já, ég meina það eru risa shutdowns á shutdowns. Ef Ægin, jafnvel ef Mimic fær þau kills, þá aðalega helst Ægin samt. Helst Ægin þá eigið þau smá séns, en þetta er rosalega brött staða. Já, nákvæmlega. Það er hérna 3v3 í topplininu. Nocturnaut er poppað, hann hoppar á væ hérna. Reynir bara að flýja strax í burtu. Galliolti er notað. Þau eru að CC að Forgy Gamer hérna í drasl, en eru bara, þau eru ekki að gera damage, en hann er ennþá onnur. Okay, hann er tekið niður loksins. Ægin er loksins mættur. Það kann alltaf kemur henni í gegn. Ok, Ægin er að ná að DPS Adda. Addi er með svo lítið mana, hann er ekki að ná að gera ná mikið. Sæja double kill. Cookie klárar kannski fæti samt bara. Ó nei, fjæðrirnar. Fjæðrirnar. Ægin klárar þetta með double kill. Og Ljóna fær shotgunni samt á Ægin. Á Cookie. Það er svo sárt. Ok, en já. Gott fight samt sem aður, það var eiginlega enginn að fókusa Ægin eins og átti að gera. Það Ægin náði bara free damage og alla hana eiginlega. Já. Cookie dálítið óheppinn þarna með fjæðrirnar. Náði ekki að setja niður, en shotgunni fór samt á Ljónu sem það er sárt. Það er sárt, sko. Maður fær smá svona í hjartað leið og þú veist, meira sem support main, ég fæ bara svona í hjartað. Já. Þú veist, þegar maður stelur svona shutdown. Nei, sorry. Já. En Þeir tvö að byrja að attakan. Það er bold. Það er bara smá stríð attakan. Alltaf leið. Já. Slóta Dogs líka bara óþægilega með það held ég. En bakka bara aðeins af. Leikmaður að labba bara inn í træbush, inn í control ward, hún með alveg sama. Þeir geta ekki gert neitt mikið í því. Og þú veist, Cookie er ennþá miklu sterkari samt. Já. En þú veist, sem verið komið með Ægin núna.
hún er alveg með þokkalegt damage. Addi setst niður svo damage hérna. Cookie í backlineinu að taka niður Ægin. Þetta er djarfplay, flassar yfir vegginn til að halda sér á lífi. Fortnite maður flassar á eftir Cookie. En liðinar bjargar henni. Og hérna CBT hérna CBT eiginlega bara búin að vinna leikinn held ég. Þetta er búið að vera dálítið búið, þetta er dálítið ekstra búið núna. CBT þarf að taka átökan. Þetta er svakalega snowball hérna. Já. Já. Herru, ég gískaði Infernal. Það er rétt fyrir mér. Já, það er rétt fyrir mér. Já, það er rétt fyrir mér. You got it. I got it. En þetta er svolítið, já, Zaya er bara með svo mikið lead eins og hún er komið 3 items, Sivir er komið 2,5. 9-1-9 Zaya, I love it personally. Ok, leikmaður, hann er að reyna. Hann er tekinn. Hann er tekinn niður. Hann er ekki nógu sterkur til þess að 1v2 þarna. Nei, hann er nú ekki á Jax aftur. Nei. En það er bara, þú veist, ætla CBT að taka mid og bara fæta eitt gott fæt og taka inhib, eða ætla þeir að play the long game, sem er ekki svo eftir. Já, þeir eru að taka sér dálítið rólega, sko. Batti að leita ykkur nær ekki W-nu. Dassa bara aftur tilbaka. Vækó. Sorry. Það er að fæta Nocturne og allir nota að Ægin er rosalega og Fortigamer nær honum. Ægin er Sivir bara Cookie er exhausted. 4 aðra manneskjur. Já, það verður þetta hægjast alltaf á fætinu með því að exhausta Cookie en Ægin er dauður, Dogs er ekki með leið. Já, þetta er þetta eitt gott fæt sem við vorum að tala um og ég held ekki mögulega bara enda hérna. Nei, það er ekki með minions. Jú, það er minions að ég var að koma. Þarf bara að dreipa Ægin og þá bara rústa þau og Fortigamer committaði bara sjúklega vel. Hann dassaði inn í 3 eða 4 var bara full tankaði í svona 3 sekúndur á meðan hann drap Ægin away í backlineinu. Ég respekti samt hvað þau eru samt ennþá við að respekta animilið. Þau gátu overstayð og reynda að taka inhib sem það hefur örugglega náð. En það hefur örugglega eitthvað dáið í leiðinni og gefið kannski eitthvað shutdown sem, þú veist, they're playing it safe, eins og maður segir. En það er bara spurning hvort þessi Baron end angle. Þau geta beita Baron mjög alltaf og Dogs verða að fæta. Það er ekkert að þessi. Ægin í svakalega hættulega stöðu. Ægin er alveg ekki láta sjá sig þarna. Spellshield er ekki á móti auto-attacks. Double kill, Sæju, þú veist, þetta var ótrúlega mikið misplay hjá Ægin þarna. Þetta er algjört klúður. Þetta er óhefilegt, þetta er bara Baron. Og CBT bara, þú veist, vita, sjá þessi mistök hjá Ægin, bara committa leið, þú veist, ekkert að vera að hika. Það er ekkert eitthvað, er Ægin að beita, viljum passa okkur, nei, bara full commit, clean, ekkert vera eitthvað. Já, og þau endar bara leikinn hérna, honestly, enda bara topp, með minions, líka með minions, mittir endar. Addi bara hlaupa áfram. Ægin er komin aftur, Ambessa ult er notað, Nocturne ult, denier vision á Sæju, Sæju getur ekki alveg gert neitt. Cookie er svo low. Cookie er á lífi samt, það er deathproblem. Fossar á hann, stannar. Er ekki nóg. Þetta er crazy CC hjá Rakan. Já. Ult ekki verið í gegn og 12 var Sivir, hún gæti ekki gert neitt. Nei. Gæti ekki gert neitt. Dogs voru að reyna virkilega að ná Sæjuna niður en það var bara ekki nóg. Nei. Þá er leikur nummer 2 búinn. Já. Þá er það 2-0 innan fyrir CBT. Já, og Dogs fá
aftur að velja side, spurning hvort að þeir vilji næra sér í first pickið eða velja aftur red side eins og þeir gerðu seinast. Kemur í ljós. Það kemur í ljós. En Við þetta tökum var, kannski nokkra mínútur og já, við tökum nokkra mínútur, aftur. já, tökum nokkra mínútur pásu. Það er smá caster swap. Já. En við sjáum ykkur bara eftir smá.
Ok. Við erum komin aftur og erum að fara að byrja draft hérna innan skams. Yes, sir. Og já, Brimar er komin í staðinn fyrir Mist. Já, Sem Mist ákvað að co-caster. segja það, sko. Ég ætlaði að vera bara að fela mig, og fólk átti bara að þekkja mig á röddinni eða bara ekki þekkja mig neitt, en jæja, Mhm. það er svona, Það er svona. hvað er þetta? Æ, ég er aðeins að skemmta mér. En draft 3, hvað heldur við séum að fara að sjá hérna í bands til að byrja með? Bara Sko, nákvæmlega ég held sama að, eða? já, ég held að banin verða alveg eins. Bara Jinx Riven Enivia og Jórek Talía Kessante. Allan eitthvað svoleiðis. Já, honestly. Ok, Svo spurning hvort að þið halda áfram að first picka junglera. Það sem verðist kannski vera eins meira svona takmarkað, kannski ekki svona smá player pool, ég veit það ekki. Það voru alltaf að spamma Wukong til dæmis, CBT. Hann er farinn. Já, svo veit ég eiginlega ekkert hvað. Sinsá. First Já. pick, Dogs. Junglers. Já, Mjög- spurning hvað svarið verður. CBT má ekki pikka. Ok, Aphelios. Aphelios. Ok. Ok, Like við it. getum fengið eitthvað svona Thresh. Já, Já, Nice. það er alveg Let's með go. þetta bara. let's go. Þetta er classic. Ok, þá fáum við örugglega að sjá botlane hjá Dogs bara strax. Spurning hvort er hann að taka eitthvað svona aggressive early game. Lucinami er opið. Tristana hover, Korki hover, Korki bot. Ok, þetta getur verið Korki bot. Dogs. Mér finnst það eiginlega líklegra heldur en að Korki fari mid. En restu dærin getur örugglega að spila Korki líka. Shen, ok. En Ok. blind pick. Já. Sem þeir þurftu ekki. En þú veist, þeir þurftu ekki að blindpicka, þeir geta að pikka supportinu líka. Já, Áhört. svona, já, frekar áhugavert að gefa CBT pikki inn í það, en spurning eru lengi ákveða lokkin Echoinn. Ok. Ok, nú er ég ekki viss, er þessi Echo að fara mid eða jungle? Mig gruna, sko, ég er ekki viss. Mig grunar mitt. En honestly, getur verið bæði, sko. Þetta er bara, já, ég get ímyndað mér báða players taka Echo jafn mikið. Í rauninni. Já. Þeir banna fleiri toppliðnis út, eitthvað sem þeir vilja ekki sjá inn í Shennin, Kennen og gangplankin. Móti banna er sett, ég veit ekki alveg af hverju. Og Ariana. Taka Ari aftur, já. Mér finnst það mikið svo sem frekar mikið sens. Og Rumble picked strong team fight allavega, en örugglega Þetta er mjög allt fínn í lane Þetta er allt móti Shen. mjög ferskir championar í mótinu bara, honestly. Það er svona þegar maður er komin í leik númer 3 í Fearless, fær maður ofta að sjá aðeins nýrri champa Jax. Ok, Veit, er það þá Shen support eða er það Jax jungle? Nei, veit ég, Sinsá, bíddu þetta nú er Shen við. support.
Þetta sen support. Þetta var support pickið. Ok, damn. Það er tók ég bara ástæðan af óvart. hverju þeir banna Sett. Þeir Mm. kannski byggust við þessu. Korki, Shen, Bot, Jax, Top, Silas Mid. Vá. Þetta er Síðasta virkilega pikki hjá áhugavert. CPT. Fíla samt Silas inn í Echo. Og Rumble líka. Ríkalega gott últ. Já, og algjörlega. Hvað verður seinasta pickið? Og hvar? Ó, Býttu nú við. Það var eitthvað Ja. klúður hérna. núna verður einhver að senda inn. Um, Hvað er þetta? Þetta er Lucian. Lucian. Ok, Lucian mid. Lucian Mid, Echo Jungle. Ok, Lucian, Lucian Mid inn í Silas, Lucian. ok. Já, veistu, Lucian getur alveg lagt svona milliners í einhelti. Mér lýsir svona þess að Silas sé góður champion, þú veist, af, Já, já, þú veist, hann ok. er með mobility, Hann veist, er þetta er með ekki- smá þetta er- mobility til að counter það, en samt svona, þú veist, þetta er ekki eins og einhver sem að er bara algjörlega immobile mates sem að bara Nei. þarf að taka allt damage sem að Lucian getur átóta. Yep. Frekar spes-pick myndi ég allan segja, en ég þetta er mjög áhugavert. Þetta er mjög áhugaverð teamkomps hjá báðum liðum. Þetta er mjög óhefðbundið. Við erum búin að vera með mjög hefðbundin lið seinustu leikjum. Núna erum við komin í eitthvað skrítið dót sem er bara ótrúlega skemmtilegt að fá að horfa á. já, En ok, ég fíla teamkompi hjá Dogs meira. Mér finnst almennt 2 ADCs sjúklega varasamt. Já. Já, og svo ertu með, þú veist, Echo í junglinu og Rumble í toplininu. Þú veist, jú, Thresh er tanky, en það er ekki frontline í þessu liði. Og ertu með svona hluta til. Já, þetta er alveg svona, þú veist, þeir þurfa að spila teamfightin vel. Discord ákvað Þetta að er krassa mjög- hjá mér, þannig ég þarf að aðeins að reseta. Já. Favoritism, ég er að fíla Dogs teamkompi. Þeir þurfa að vinna hérna. Já, það er bratt fyrir þá að vinna þessa seríu, en kannski byrjar win streak á Dogs hérna, bara comeback. Það er alltaf sens. En Korki, Shen, botlane inn í Aphelios Thresh. Ég hef bara enga hugmynd hvernig þetta fer. Korki, Early game Shen. líður mér eins og sko level 1 gæti verið að Aphelios Thresh vinni. Já, en, Level 1, já, sammála. Level En 2 til 6. Já. Það Samt líður mér sko- eins og Korki eigi að geta þetta, en Aphelios náttúrulega á meðan hann getur ádreinsa Korkiinn, þá Já. er hann frekar öruggur. Mér líður svo að Aphelios ætti að minnstakosti að geta farmað nokkuð örugglega, sem er eiginlega það eina sem hann vill gera, eða þú veist, já, Aphelios er mjög glaður ef hann fær eitthvað early lead, en Aphelios er líka bara mjög glaður ef hann fær að lifa af lane Já, og hérna, já, bara fær Er að lifa af náttúrulega- lane og farma, já. þú veist. Þú veist, Skila ég held að ógeðslega báðir ATCs séu bara frekar sáttu við það að fara bara even í þessu lane. Mér líður eins og ég veit satt ekki, þú veist, ég veit ekki hver er að fara að vinna hérna late game fight, þú veist,
inn í teamfight, þá líður mér eins og Jackson og Korkiðin eigi einhvern veginn að ná að taka yfir þetta fight, en Já, ég fíla, þú veist, ég fíla teamkampa hjá Dogs meira. já, Þú ert líka með 2 ADCs og þú ert með Jax. Og já, það er von. Þú ert með Sylas sem getur tekið, þú veist, ekko allt. Mögulega bara dassa inn drepið, alltaf aftur út. Possibly. já, algjörlega, og síðan líka bara, eða þá, þú veist, í öðrum teamfights, þá hann alltaf bara með Rumble-últi til að starta Já. fightið eða eitthvað svoleiðis, þú veist, hann með nóga últum til að leika sig með, held ég, þú veist, Algjörlega. meira þess að Lucian-últið, þú veist, bara til að Já, hreinlega bara til að- veifkleira ef hann vill, sko. Einmitt, wave cleara eða bara finna sér eitthvað kill sem hann er ekki með range í eða bara gera fuck mikið damage. En við erum alveg að fara að láta leikinn hérna. Komin í loading screen. Og já, þetta er algjörlega Shen support. Ekki spurning. Veitu, er ekki Rusted Iron búinn að vera að spila mid? Jú, Hann er á það er búið að vera Sinsao, range swap. Jungle og Fortnite maðurinn í Kona Sylas midlane. Ok. Spennó. Það er alltaf að nóg til hjá Dogs hérna til að Já, það hefur að Breyta breyta til mikið og- til. já, og bæði lið hérna 5 menna sikkur megin. Dogs byggust við að þau myndi bara labba hérna bot side, en CPT leita top side að einhverju en finna ekki neitt. Það er virkilega sterkt level 1 hjá þeim, bæði Aphelios, Thresh-hookið og Já. bara í raun allir virkilega sterkir level 1, þó að auðvitað Dogs séu ágætlega sterkir og bara fengu hana deep ward fyrir þetta. Ég er enda pínu spenntur að sjá hvernig bæði mid og topp fer. Ég held að það verði mun meira brawl þar í gangi heldur en bot. Já, En ekki nema bara ef junglerarnir ganga bot eitthvað mikið. já, algjörlega, þú veist, það er náttúrulega nóg af möguleikum fyrir það að reyna að búa eitthvað til, Thresh-hookið Já. eða Shen tontið, Sem en tóti. Já, strax smá pók á Fortnite-mannin hérna frá Adda. Já, Addi er núna komin á ADC, en hann er búinn að vera að spila, svona mages. mér finnst það að vera vel gert hjá honum. Það er allavega sýnir hann sé með líka aðeins stærra champpool heldur en kannski flestir byggust við. Og mér finnst það að vera mjög skemmtilegt pick. Ég tók þetta sjálfur í mótinu Já. og getur verið mjög öflugt, en er pínu vandræðilegt ef þú lendir behind á þessu í millinu. Já, þú veist, Lucian mid er rosa mikið svona, ég er mjög öruggur, ég ætla að fá, þú veist, fyrsta kills, ég ætla að setja ógeðslega mikla pressu, ég ætla að leggja millir henni í einelti. Þetta er ekki eitthvað sem þú ert bara eitthvað að chilla á eða eitthvað að reyna að farma út leininni, þú veist, þú ert að reyna að ná kills. Setja pressu. Og það er mikið verið að fæta henni í topp, Mimic að vinna topplane fight hérna, Jax inn í Rumble. Double flash frá topplaners. Ok. Já, Og minion? Oh my god. ok, mér langar að vita hvað gerðist þetta hjá What? Mimic, af því að hann var að Hann var að byrjaði bara að emota? ímóta, já, byrjaði bara að ímóta eins og hann hélt að hann væri bara dauður eða væri örugt eða eitthvað, en Og svo Ég veit dó ekki- hann ekki, og leikmaður dó ekki, og what? síðan er hann bara
Það er lengur og auto-attacka, já. Ok, heyrðu, first blood á leikmann. Baddi minn næstu því með mjög gott hug þarna. Shenni farin inn, þeir ná að Felios, ægin er ignited, hann mun örugglega deyja. Nei, rétt, svo lífur af. Og hvað það er fúlt. Baddi er ennþá með flash. En ægin er komið level up, hann nær honum ekki nema að koma eitthvað crazy hook undir tower eða eitthvað. Nei. Kemst ekki tækifæri því. Aftur verið að fæta henni í topplane, leikmaður. Já, að DPS-a Mimic. Er komið boots. Ólíkt Mimic. Og er bara sónan í burti frá þessu wave. Það lítur að vera svona frekar fórt. Er leikmaður að missa kannon? Leikmaður mista kannon? Æ. Ok, ég veit ekki alveg hvort þetta var þá worth it. Mimic missir samt svo mikið bæði XP og goldana. Ég held að það sé alveg þess veriði fyrir einn kannon. Leikmaður allan að fekk XP fyrir hann. En þetta er bara pínu staðan sem maður sér oft. Og Addi núna í vesinni. Flashar til að reyna að sleppa. Addi Lantern. rétt lifir af bad habit hana með fullkomna tímasetningu. Labbar hana bara niður milleinni síns með fráspawn og akkurat með Lantern til að bjarga Adda. Addi vill náttúrulega reyna að ná þessu veifi og bad habit gerir þetta gríðarlega vel til að tryggja það að Addi ætti að vera bara öruggur með þetta veif. Fortnite maðurinn, hann er komið all, en hann er að taka recallið. Hann hefði mögulega getað tekið Lucian allt, en já, hann var sjúklega. Ég held, sko, bara við það að hann hefði reynt það. Já, það hefði hann alltaf bara dáið. Já. En ég var alveg að spá hvort að leikmaður myndi bara hreinlega dæfa Mimicana með ultinu sínu, en ákveður að vera frekar rólegur í sig, frekar Cookie núna aftur í vesinni, spurning hvort hann sé að fara að deyja en aftur nær að flassa. Oh my god. Lanternin eru að koma inn klöts hérna og 40 Gamer er mætti bát. Eitthvað seitt með W eða... Já, nær ekki stunni. Bad habit enn og aftur, spila þetta gríðarlega vel en Dog Spotline ná að labba út úr þessu, báði náttúrulega með sitt-hvort dassið eða ég veit ekki hvort að það sé hægt að kalla Corki W dash, en mér finnst það samt til að vera eina rétta orðið yfir það. Jú. Þetta er bæði svo hægt en þetta er svo, og þetta er svo... Þetta Lilia W er tæknilegsi dash. Það er asnalegt hins vegar. Ja, það er ekki dash. Það er samt tæknilegsi dash. Já. Smite Battle, Rusted vinnir það, fær level 6 hérna, en er hann ekki bara dauður fyrir þetta? Kannski fyrir það, 40 Gamer er bara komin aftur inn. Það er verið að reyna að berga svo play, Rusted er hann rosalega. Heyrðu. Feat of Warfare hérna, 40 Gamer tekur niður Rusted Iron. Fortnite maður með gott Echo-ult þarna inn í þessu fæti, stelur Echo-ultinu og gerir gríðalegt damage til að snúa þessu fæti við. Þarna vantaði akkurat Echo-ultið á Echo-in sjálfan. Já. En þá bara level 5. Svona feels bad, en Mimic er að fæta hérna leikmann og það er komið í gang frá Dieterplate og bara gott róm, tryggja sér killið, þægilegt play. Og Grubs fyrir þetta líka Já, og í staðinn mjög góð er verið að byrjun hjá múfa Dogs. kannski er verið að fara að treyta drega, ég veit ekki, Echo er ekki búin að múfa. Ættu að taka bara þetta veif og gætu múfað bara beint eftir það. Echo er að taka bara grónt núna og
Já, færi sig CBT síðan yfir, já. er með Prio, bæði bot og mid og nice dots þarna hjá þetta. Passa að vera ekki hittur af knockupinu frá Sylas E. Það er svona hans win condition. Ok, junglers treyta objectives. Það er varla gullmunur, en dogs eru með 2 kills umfram CBT. Fortnite-maðurinn hittir E á Adda. Er það nóg? Það er nóg. Algjörlega nær að stela últinu. Fortnite Gamer þvingar flashið. Fannst það vera óþæri ef að Fortnite-maðurinn hefði bara byrjað að labba strax tilbaka, en var eitthvað hann frekar lengi að ákveða sig. Ég veit ekki hvort hann hefur verið að hafi stoppað til að kóla eitthvað út eða eitthvað svoleiðis. En Það var svona eitthvað að með þetta áhættuna en ákvaða að taka hana ekki. Þeir eru bara öruggur. það damage hjá þessu Rumble er svo ógeðslegt early game. Það burn svona eitt af leiðilegri lane bullies í leiknum til að spila á móti. Það er svona sjúklega svona frustrerandi að spila á móti, bæði bara pushar waves og gerir ekki ógeðslega mikið damage. En Fortnite Gamer kominn til að countera þetta en Mimic nær killinu samt. Fortnite Gamer tekur hann samt bara niður í staðinn og 1 for 1. Virkilega vel spila hjá Mimic samt. Notar ekki flashið sitt líka og leikmaður þurfti að nota sitt. Þannig að hann er með flash uppi fyrir næsta fight sem hann tekur og nú er Fortnite maðurinn komið smá advantage hérna mitt á Adda sem að reynir að fighta en þarf að flassa út úr þessu. Er bara ekki með damage fyrir hann að sæla sem er komið með full item. Nei, og núna er Addi virkilega óþægilegri stöðu. Þetta er hann komið til að dæfa hann 1 for 1 samt. En á meðan fær Fortnite maðurinn að pusha inn waveinu og kannski, hann er með CS disadvantage á meðan er bot að fæta. Ægin fær kill á Aphelios. Er núna 1-0 og Aphelios er 0-2. Gott högg hérna. Fortnite Gamer er bara að hlaupa mappið að sækja sér kills. Nice, rocket belt. Það lítur alltaf þannig út. CBT er núna komið með alltaf gott lead. Er allt gullegri sem er á þessum Echo. Með miklu leikmaður aftur að fæta. En í þetta sinn hefur leikmaður betur af. Leið eins og Dogs voru komnir í frekar þægilega stöðu þarna í smá stund. En núna bæði leikmaður og Fortnite Gamer búin að koma sér aftur inn í leikinn mjög fljótt. En spurning hvort að Dogs sé ekki bara frekar sátti með stöðuna. Peningurinn á bæði þessum Sylas og Korki þeirra megin, kannski meira. Já. Jax er maður benda á með 40 farm á móti 96. Það er ekki gott. Ekki frábært. Alls ekki. En sjáum það kannski að vonandi allavega að bætast late game þar sem að Jax fær ofta komast í side lane og Fortnite Gamer ákveðar að taka þetta fight og Rusted Iron í vandamálum hérna þar sem að leikmaður er að labba aftur inn í laneið. Ekki úti kemur út og Rusted Iron allt of deep hérna, er ekki með neitt með sér og ekki með tímasætningun á leikmann hefði átt að vita að hann væri að labba aftur inn í laneið. Og Fortnite maðurinn reyndi að ráta þetta en þú veist, hann var bara oflangt í burtu og það er ekki tíma til þess að gera það áður en Rusted Iron dó. Og leikmaður er að setja pressu á Mimic en Ægin aftur að fæta, gott högg hérna, þeir ná Shen og þeir ætla að halda áfram. Threshold poppað og Cookie er bara, þú veist, virðist vera smá lág, veit ekki hvað það flash var, en hérna, hann er alltaf með lifesteal.
að hann var alveg öruggur. Reyndi að flassa hana út alveg last second. Þetta var svona, ég átta mig alveg á því þar sem að Cookie stýri tilbaka og Ian sér möguleikan að koma sér hana út, en núna Rusted Iron búinn að finna hennan Thresh einan, en Forge Gamer snöggur að mæta. Shen-ulti kemur í gegn á Rusted. Spurning hvort að Forge Gamer sé ekki bara nógu sterkur til að vinna þetta fight samt. Nær Rusted Iron hérna og Bad Habit með annað góðan hook. Já, og hann er alls ekki eins low og hann virðist vera. Thresh hérna er alveg bara nokkuð öruggur á að halda áfram þessu fæti og já, Forge Gamer með sjúklega mikið damage. Með Hugstack Rocket Belt og hann með Shane. Það er bara, já, ekkert vandamál og þeir taka bara dreka nummer 2. Og núna er CBT komin með, já, tæmlega 3k gullít hérna, 2 dreka. Leikurinn sem leit svo vel út fyrir Dogs hérna til að byrja með er algjörlega farinn. Þeir voru komnir í næstu 2000 krónum gullít bara mjög fljótt inn í leikinn og CBT finna fljótt aftur leiðina inn í leikinn. Þetta er, já, þetta er pínu makro-diff en líka bara pínu handstiff. Það er bara CBT að spila gríðarlega flottan leik. Það er Teppið búinn að vera með hooks á hreinu allan leikinn. Forge Gamer búinn að finna sig allstaðar þar sem hann þarf að vera og Dogs allan að finna eitthvað til að halda sér inn í þessu leik. Það er einn með Rift Herald. Spurning hvar þeir vilja nota hann, vilja fá pening á einhvern carry. Spurning hvort þeir vilja nota hann fyrir Ian eða hvort þeir vilja frekar nota fyrir Fortnite mannin. Já, Cookie á meðan að setja pressu á bot-turn. Já, og Fortnite maðurinn deyr bara með Forge Gamer. One-shotar hann bara. Og hook á, oh my god, á Rusted Iron hérna og hann bara springur loftið. Forge Gamer virkilega að bara keyra þennan leik. Hann er í framsætinu og já, og hann er bara að hlaupa og drepa fólk og bara gengur sjúklega vel. Svona, í þessari stöðu þá er ég ekki alveg viss hvar Dogs ætla að reyna að finna punkti til að koma aftur inn í leikinn. Eru náttúrulega með gott scaling í korkiðinum og reyndar þessum Jax líka. Þessi Jax fær bara samt ekki að vera í friði og ætlar að mæta leikmanni hérna aftur. Og towerið er varla á lífi. Hann er að hlaupa á leikmann en mér finnst það að vera smá hættulegt. Já, mér liður eins og leikmanni hefði getað snúið á hann en já, hann var kannski bara já, kannski hélt leikmaður bara að það væri eitthvað með honum en Fortnite maðurinn er að hoppa á Forge Gamer, gerir alveg þokkalegt damage við hann. Forge Gamer er bara einn að defenda bot tower og topplanerinn er að fæta, já, og leikmaður er bara að rústa þessu fæti. Sér að það er enginn með honum. Rusted Iron flassar á Forge Gamer, ætla að ná killinu. Forge Gamer er að gera allt sem hann getur til að stoppa. Og fær lantern frá Thresh. En Flash og Echo allt notað til að reyna að lifa þetta af og rétt svo gerir það. En þetta eru mikilvæg cooldowns, þannig Dogs geta kannski reynt að nýta tímasetninguna. En versta er að það er held ég ekkert uppi allavega á næstunni þannig að þessi Echo ætti að vera frekar öruggur og meðan að farma bara upp þá til að næstu að Jetty kemur. Og alltaf hann segir bara strax aftur komið upp, hann er bara það ahead að það er bara varla
cooldown á þessu sem já, það er óþægilegt. Alveg líklegt að hann sé að spila Ultimate Hunter hérna með 9 kills, þannig að Já, með Dark Harvest. gæti verið að hann sé með komið gríðarlega mikið cooldown á akkurat ulti sitt, en ekki ult svo sem ekki með mjög langt cooldown Nei. fyrir að búin að setja 2 punkti í það. Drekinn núna undir mínútu í hann, svona eina objektifið sem að er eitthvað séns í að leikmaður bara að labba niður en að sén. Wait for play þarf að flassa í burtu rétt fyrir dreka, þarf að taka recall og ok, Doddi aðeins að leita Rusted Iron þarna er samt einn, en já, CBT er bara með algjöra stjórn yfir bot-side junglinu. Fá hann að dreka örugglega bara frítt, ég sé ekki alveg hvernig Dogs ætla að contesta þetta nema þau fá eitthvað pick að vera að leita Cookie, en hann er með góðar byssur uppi og leiðir sér þetta bak við sig. Núna Já, Deadpool reyndi bara nokka í burtu. Threshold kemur í gegn, Deadpool deyr og Ægin mikið rétt damage. lifir af hérna og þeir eru að ná að gera mikið damage sinna hinum með Fortnite maðurinn og Rusted Iron. 4G Gamer þarf að koma tilbaka til að bjarga Cookie. Fortnite maðurinn gera mikið damage en 4G Gamer næra svara sig og ætti að fá drekan hérna fyrir þetta. Já. Góður Mikið damage, en fight hjá ekki nóg. Dogs. Já. 4G Gamer fór aðeins svo djúpt að leita að Ægin, kannski ekki alveg targetið sem þú þarftar að fókusa í þessu liði. Mér finnst hann ekki vera DPS-a nógu mikið, allavega eins og er þó að fínt að Ekki koma svo út úr fætinu. hættulegur. Já, Allavega en hann ekki fór- eins og er. Nei, algjörlega seinna, en einmitt, hann er ekki það sterkur núna og 4G Gamer er einmitt komin þá rosalega langt í burtu frá hinum liðsfélögunum sínum og já, þá er einmitt auðveldara fyrir Dogs að bara reyna að committa á Cookie sem þeir náðu næstum því að gera. Hættuleg play hérna reyndar ef að Ægin ætlar að vera hérna eitthvað lengi. Leikmaður getur bara hreinlega að tekja hann hérna. Shen-ulti kemur í gegn en nær leikmaður að drepa hann áður að það gerist. frá Nei. Rumble og í barasta. Gott Já. trade samt myndi ég segja hjá Dogs fyrir utan náttúrulega Shen-ultið á gríðarlega löngu cooldowni. Núna Bad Habit að leita að einhverju mögulega leita bara að hooki. Næri ekki. Spurning hvort þið vilja starta þessu, ég er ekki viss að erum með Adda botlane. Já, ég held að vilja ná kannski svona einu öðru pikki eða ná að pusha toppa eins dýpra áður en þeir byrja á atakana einhverju svoleiðis. Fortnite maðurinn alltaf mjög sáttur við þetta. Mid-tower, já. Fortnite Gamer er að reyna eitthvað að leita en ekki alveg með Cookie þetta. gæti verið í vesinni hérna. Rusted Iron Rush er hoppar búinn inn að á lappa í hann. burtu. Hann er samt að gera mikið damage í Rusted Iron, ekki nóg samt. Jax Þetta er að mögulega, teleport á top, þetta er ekki gott. beint inn í Echo Stand. En þeir eru báðir hann að 4G Gamer ultar snemma og lendir bara í vandamálum. Leikmaður kemur síðan loksins inn en Dogs er bara búinn að vinna þetta fight hreinlega. Fortnite maður vill halda áfram nær Adda. Spurning hvort það geta haldið áfram. Mimic flassar inn, nær samt ekki Adda. Adda er ennþá á lífi einhvern veginn. Leikmaður er að gera Já. mjög mikið damage. Hann er að reyna, og hann næri að leikmaður drepa Mimic. falla. Og Já. þetta ætti að vera aðtakan fyrir Dogs. Virkilega vel spilað hjá þeim. Já. Ótrúlegt en satt að náðu þeir Dogs að vinna þetta fight hérna. CPT er bara alltaf splitt og náðu ekki alveg að spila saman svona eins og þeir vilja gera. En Dogs bara virkilega náðu að chaina hérna og unnu fightið. Vantaði dansinn þarna frá Ægin til að sína þetta Já. flotta skinn. En virkilega vel spilað hjá Dogs og núna CBT kannski þróaði lítinu hana frekar mikið en þeir eru ennþá með 1,5k samt bara og það er Og eiginlega þrjá allt á dreka. Echo.
Já, nefnilega það. Ef einmitt 4G Gamer nær ekki að koma damageinu sínu út og sérstaklega damageinu sínu út á sko rétt targets. Það Echo er svona þannig champion og hann, þú veist, vill bara svona drepa einn í einu og já, ef hann nær bara ekki að koma því á réttan stað, þú veist, hann vill ekki vera eitthvað að DPS-a á Shen til dæmis eða Chucks, það hefur ekki eins mikil gildi, hann vill vera að hoppa á Fortnite-mannin eins og stendur Fortnite-mann svo lítið ekki. En það er að fæta bótt í það leikmaður er rosaló, er að reyna að treyta á Mimic og næri að gera það. Ok, one for one. En Dogs sendu 3 manns niður til þess að drepa hann. Ekkert objective á mappinu, þannig að ekkert að því að gera það. Eina er að kannski óþarfa Mimic degi þarna, en leikmaður bara orðinn það strong, hann getur tekið hann alltaf með sér. Mimic virkilega behind ennþá í farmi og hreinlega bara í gulli. En kannski svona, þar er kannski það sem að peningur liggur mest svona á milli. Ef maður sér, 4G Gamer er ekki með það mikið lít. Já, sjáum að hérna einmitt 3000 gull sem að situr á þessu topplinni á móti, þá er þessi Sylas með 3000 gull upp líka og situr síðan 1000 gull bæði á þessum jungler og ADCs fyrir CBT. Þannig að karriðanir klálega meira þessi sidelaners en Mimic lappar allan bara fram hjá 4G Gamer. 4G Gamer að leita einhverju hérna gott threshook en maður er ekki að hann einu. Nei. Leikmaður komin aftur hérna einn spurning hvort hann sé komið með ultið sitt aftur finnst mér mjög líklegt sýnist að Leikmaður að leita einhverju flankplay. Dogs sita dálítið nálægt. Poppar oft, hittir aðalega Dateful Blade og deyr bara. Já, hann hefði þess að ná þessu Rumble alltaf áhyggjur carries en Addi að reyna að gera damage í Fortnite-mann en hann er rosalega lóþar að flassa í burtu. Lucian poppað. 4G Gamer nær Mimic. Já, nær double, triple kill. Spurning hvort hann fái, nei, Kökki tekur 4. killið fyrir CBT og þarna tekur CBT sálina. Þeir eru að hlaupa í átt að Baron. Það er ég heldur ná ekki að enda með þessu líti en þeir virkilega setja sig í góða stöðu til þess að undirbúa það að enda leikinn, geta kannski náð inhibitor. Þeir eru búin að taka niður Baron. En Fortnite-maðurinn er búin að respawna og er kominn aftur. Þeir þurfa þáttið kannski að sóna náður hann drepur eitthvað. 4G Gamer er low. Cookie ætti að geta bara poppað. Já. Mimic hérna kemur inn, hann er ekki með neitt damage, þessi gæi er ekki með pening. Hann er svo Hann er ennþá fátækur. með eitt item á sér og gerir nákvæmlega ekki neitt nema bara að hæja á þessu Baron. Hann virkilega reyndi. Getur ekkert gert í þessu. Rusted Iron kemur samt hérna inn, er mögulega bara að drepa sig hérna. Þeir ákveða að reyna að taka þetta fight, ég veit ekki alveg hvort að þetta sé hugmyndin. 4G Gamer ætti að ná bara að hoppa á ægin hérna, gerir það. Þeir eru bara allir dauðir, Rusted Iron flassar út og CBT síðust mér vera að klára hennar leik hérna, Ace fyrir hennar Echo. Nú eru þeir konið með þetta gríðarlega stórt lead sem þau vildu fá og ég held að Dogs eigi ekki vera með nein sörg. Einhverjur að bakka hérna, resetta fyrir items. Þetta er ruglgóð staðar sem CBT núna í geta sett mikla pressu á að enda leikinn. Þetta var smá, sko, þetta náttúrulega byrjaði illa fyrir Dogs, en þú veist, byrjaði bara mjög vel fyrir CBT og svo grófu þeir sig ennþá dýpra ofan í gröfuna. Þessi skilaðir voru að reyna að ná einhverju treyti, ná einhverju counteri, en þeir voru ekki stund til þess. Leikmaður þarf að flassa í burtu frá Fortnite-manninum og Mimic nær að fá killið
dálítið overextension hérna frá leikmanninum sem við einmitt hrósum honum fyrir í seinasta leik að hann væri duglegri að gera ekki. Spurning hvort Addi verði líka kott hérna. Nei, kannski Að ekki. vera alveg öruggur með þessi dashes inni hjá sér. Já, 40 gamer mættur hérna líka. Og núna eru 4 í botlinni hérna. Ætla að Ætla setja... bara að forsa þetta turret, ná þessu Já. síðasta inner turret hjá þeim. Nei, síðasta, þeir eru alltaf með frekar næs. topp ennþá. Já. Þar sem að leikmaður náðu ekki að klára það, en Nei, leikmaður er ennþá döður. Þetta er 4v5 hérna. 40 gamer ættu samt alveg að geta áfram. unnið að Cookie er með gríðarlega mikið damage og Ó já, algjörlega. eins og þið sérð, það er Dogs bara bakka undir turret, Cookie ætla bara að halda hérna áfram, 40 gamer Cookie mjög örgi með sig. Tower damageið frá Hephalia Solution hérna. Crazy. Og leikmaður er bara að hlaupa aftur inn í fætið, hann er með teleport, hann sé forðarmaðurinn er að dassa inn á 40 gamer, þarf að alltaf aftur til að hýla sig. 40 gamer notar líka allt, after full health, double kill á hann. Forðarmaðurinn dassar rétt svo. Virkilega gott Sonja, svo þetta er bara leikurinn. Já. Fortnite-maðurinn reynar að gera eitthvað hérna til að halda þessu leik á lífi, en þetta er bara búið og vinnirinn á þessu móti er CPT. Hún kom sér alla þessa leið, heldur séu ekki búin að tapa einum einasta leik á leiðinni. Samt ekki viss. Töpuðu þeir leik nokkuð á móti, var það ekki á móti Viski í undanúrslitunum? Nei, það var á móti Jötun. Það var á móti Jötun í undanúrslitunum, töpuðu mögulega einu leik þar. Ég er bara ekki viss. Mögulega. En annars, það var bara unnið alla leikina. Já, undefeated, segir Þannig að chat. allir að segja undefeated, segir chatið. Það er Þannig að það er- klikkað. Ótrúlega vel spilað hjá CPT að taka þessa úrslita seríu 3-0 í Fearless draft. Sjúklega vel gert. Algjörlega. Náttúrulega lið sem að hefur verið að spila saman og ef ég man rétt var þetta svona sirka rosterið hjá það sem hét XI í gamla daga. En spurning hvort það haldi sér áfram fyrir deildina og bara í haust, mæti ekki í úrvalsdeildina. Sýna allan að hérna klálega að þeir eigi skilið að vera þar. Nákvæmlega. Og verður líka bara gaman að sjá hvernig liðin breytast fyrir haustið. Veit það eru einhverjir einstaklingar hérna sem ákveða að skrá sig frekar með félögum sínum heldur en með sem besta liðinu. En gerðu þið kannski mótið líka bara aðeins skemmtilegra og betra? Já, þetta voru ótrúlega skemmtilegt mót. Fengum 14 lið sem klikkað. Ótrúlega gaman að fá svona góða þáttöku og einmitt, við vorum með skráningagjald fyrir þetta mót þannig að fyrsta, annað og þriðja sæti fá verðlaun fyrir sigur sinn og velgengni. Fínustu verðlaun sem við fá og það er bara straight cash sem að flestir elska að fá held ég bara. Já. En þá held ég eitthvað lítið eftir hjá okkur annað en bara segja til hamingju CPT með fyrsta sæti og Dogs með annað sæti. Sáum síðan leik upp á þriðja sæti í gær sem að Viski unnu gegn Jötun og þannig að við erum með okkar topp 3 lið sem að komið reyndar öll 4 úr sama riðlinum sem hann frekar fyndið. Já. Skipt í 2 riðla í 7 liðum og topp 4 liðin komið öll úr sama riðlinum. Einmitt, og það var svona smá verið að svona ræða einmitt svona hver er betri riðlinn, hvaða riðill var erfiðari, hver var auðveldari. Já, þú veist,
Svona Þetta aðeins. hlýtur að segja til það, skilurðu? Það er svona, það er alveg ástæða af hverju pillarnar fór ekki áfram, skilurðu, miklu erfiðari riðill. Nei, maður segir svona. Gríðarlega skemmtilegt mót og bara takk allir sem að voru með okkur, spiliðu og sérstaklega þeir sem að eru búin að vinna mikið í kringum þetta. Mhm. Krabbi er búin að vera hérna að opsa núna, ég veit ekki, ertu búin að vera allan tíman? Já. Já. Ég allavega sleppi því, þá hoppa ég bara út og Ragnhildur fæði að taka viðtal ef hún vill. Ég tek viðtal. Viljið þeir koma? Það er allir að biðja að draga held ég bad habit hérna inn, sko. Sjáum hvað þeir segja. Já, þú dregur hann inn, ég segi það bara gott. Velkomin bad habit og til Já, hamingju já. með sigurinn. Halló, Já, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. til hamingju, til hamingju. Já, takk kærlega. Þetta var bara geggjað, skemmtilegt. Gekk vel. Mhm. Já, Aha, einmitt. það var bara virkilega flottur leikur hjá ykkur. Voruð þið með ykkur svona sérstaklega pælingar að fara á móti Dogs strax fyrir bönn eða bara strax fyrir hvernig þið spiliðu út leikinn? Sko, það var aðalega það Gissur sem var svakalega búinn að skipuleggja hvað við verum að banna og hvað við verum að spila og svona. Ok, En það var ekkert svona eitthvað sérstaklega, ekkert sett upp planning hvað við ætlum að gera inn í leiknum sjálfum nema bara að reyna að spila okkar besta leik og tala vel saman. En svo hefur gengið mjög vel á öllu mótinu, sko, alveg. Alveg æðislegt þegar eru bara svona Íslendingar í liðinu og það þarf ekki að tala ensku. Mér fer svakalega í taugarnar á mér þegar það þarf að tala ensku í kom, sko. Já, En einmitt. það þurfti ekki á þessu móti þannig að, og það sýndi sig alveg í spiluninni, það voru allir svona þokkalega sem er blaðsíðunni, sko. Já, akkurat. Það hlýtur að vera mikið lægt. Já, einmitt. Já, bara Já. til hamingju. Ég veit ekki alveg. Þú komst með hellinga spurningum, vel undirbúin Já, fyrir þetta viðtal. já. Við erum undirbúin. Er chat með einhverjar pælingar? Nú er ég búinn að loka streyminu, sko. Það er eitthvað. Það er spurning hvar þú sért búin að vera Já. seinustu ár. Já, ég bara hérna einhvern veginn þroskaði svolítið upp úr þess að fá bara að vinna, sko, eins og ég myndi búast við að maður þurfa að gera, sko. En það er gaman að geta svona í svona, eins og þetta mót heitir, áhuga manna, gaman að geta svona hoppað inn bara með félögunum í eitthvað fönn, sko. Akkurat. En á sama tíma taka þessu svolítið svona alvarlega. Það verður sko deild í haust sem Rísi er að skipuleggja. Eru þið að hugsa að taka þátt í henni? Já, ábyggilega, við gerum það ábyggilega ef það er stemming fyrir því, sko. Þetta gekk allavega svakalega vel. Þetta mót, Addi var kaptinn okkar og var að skipuleggja mikið, hann hefði gaman að því. Ok, Hann geggjað. eiginlega bara, hann sko sagði við mig bara að hann vonaði að mót bráðlega og hann finnst svo gaman að skipuleggja svona í kringum þetta. Það er líka búið að vera ótrúlega auðvelt að ná allir spilurunum saman og svona tímasetningar og hann finnst það geggjað. Þannig að, já, ég held að meira alveg búast við okkur í haust. Ok, frábært. Takk til þess. Já, sem að Það er önnur spurning. Hvernig var liðið sett saman? Já, þetta eru bara svona gamli félagar úr senunni og síðan hérna bara vantaði okkur jungler. Og ég er búinn að vera að spila með félagum mínum á IONI bara svona upp á gaman eða eitthvað. Og hann er víst á sama tíma svakalega gáfaður. Þannig að ég spurði hann bara hvort hann vildi pröfa að koma og fylla jungli. Ég veit engin hver þessi gæi er og ég veit að það er búið að vera svolítið umræði kringu það. Hver þessi 4G Hver gamer 4G er. gamer er? Já. En þetta er bara góður strákur. Það er eins og ég get þannig sem sagt, ótrúlega gáfaður.
Ok, gott að heyra, hann og hann spilaði bara, ótrúlega vel í þessum leik allavega. já, og bara í öllu mótinu þannig séð, Mhm. miðað við að hann, þannig séð meinar ekkert rólið og hefur aldrei spilað competitive á Íslandi, sko, þetta var bara, Nei, ok. Veitu þannig hvað, að að þú segir hann meinar ekki rólið, hvað meinar hann? ég held að hafi verið AD eða middi eitthvað, það var bara svona, maður Já, er alltaf ok. að kjúa bara eitthvað fyll á UNI með félögunum, Einmitt. þannig að, en hann tók sér ótrúlega vel út í þessu róli Mhm. og er í Algjörlega. rauninni bara stjarnan í liðinu, sko, fyrir að hafa komið svona sterkur inn. Já, Já, geggjað. Já, ok, takk fyrir það. frábært, Ég- ég bara, mín ánægjan. Já. Ég held við kallum þetta kannski bara gott. Já. Takk kærlega fyrir áhorfið, takk fyrir þáttökuna í mótinu Já, og takk til fyrir ykkur. hamingju aftur Já, með takk hérlega fyrir sigurinn. það. Takk hérlega fyrir það. Við sjáumst það bara í haust. Já, gerum það. Ok, geggjað. Bless, bless. Takk, bless.